Komið sæl, synir Egils Hilsa, þennan sunnudaginn sem aðra. Seinni þættinum koma til okkur Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR. Og við ætlum að ræða þessi fyrirhuguðu mótmæli sem á þriðjudaginn. En við ætlum að byrja á vettvangi dagsins. Hjá okkur Þóra Arnórsdóttir, forstöðumaður samskipta og upplýsingamiljónir hjá Landsvirkjun. Stutt og laggótt. Já, mjög þægilegt. Guðmundur Andri Tórsson, rithöfundur og fyrrverandi þingmaður. Og Ragnheiður Ríkharðsdóttir, fyrrverandi þingmaður. Verið öll velkomin. Takk. Ég var byrja á þessu erfiða máli með lát Bryndísar Klöru Birgisdóttur og þessi ofbeldisöldu eða hvað maður kalla sem hefur gengið yfir. Þetta er náttúrulega, þetta snertur okkur öll þegar svona illa fer. Er það ekki? Það er ekki nóg að kynka við. Já, það gerir það sannarlega og Já. bara, ég held að sé kannski bara til marks það hvaða snertir okkur öll er að okkur skortir orð öll til þess að fara af stað í þessa umræðu. Ég á 16 ára dóttur sem var niður í bæ og menninganótt og ég bara, það er svo erfitt að ná utan þetta og líka átta sig á því að sko, einmitt að þetta er ekki einstakt tilvik, þetta var ekki eina hnífstungaárásinn á menninganótt, við heyrðum bara ekki að fleirum af því að þessi var svo alvarleg og það sé orðin staðalbúnaður hjá unglingum að ganga með hnífa, það er sko, þetta hefur gerst einhvern veginn svona, eigum að segja hægt og hljótt að minnst okkast í þannig að það hefur ekki verið gripið inn í að festu fram að þessu og ég heyri það alveg frá sko maðurum unglingsdrengja, þú veist að nú var minn svona nölli sem að var ekki þarna, sko, hrærðist ekki í þessum hópi, en svona meginstraumurinn, ég heyri það alveg bara, já, nei, ég vil náttúrulega geta varið mig, ég verð að, sko, þeir eru að sækja í, sko, sjálfsvarnarnámskeið og þess áttir íþróttir til þess að geta slegist og varið sig þannig og þetta er bara svona veruleiki sem við þurfum aðeins að íhuga hvaðan kemur og hvað er hægt að gera, vegna þess að við erum lítið samfélag og það er hægt að breyta þessu, það er ekki þannig að þessu orðin hlutur og nú verður aldrei hægt að fara tilbaka, það er hægt að fara tilbaka. Rétt eins og var hægt að draga úr sko ofbáslegri sko áfengisdrykkju unglinga, þá er hægt að stíga þarna skrið tilbaka, ég er alveg samfærð um það, en það verða þá sko, það er ekki nóg að tala um það. Nei. Og ég var svo, já, þetta er ennþá óraunverulegt í mínum huga sko, þannig að þessi stúlka hafi látið lífið með þessum hætti. Ég var að lesa í morgun grein eftir Svan Gísla Þorkelsson sem skrifar mjög góða greinar og hann að segja sko þegar hann var yngri, hann er svona djaggamall mér til dæmis að þá áttu við sko vasanhífa og dálka, það var bara okkur hann gefni dálkar jafnvel bara og við vorum að tálka það og slis með þessu sko en okkur datt aldrei huga að beita þessu. Nei, það voru ylvingunum fengu þegar strákar, ég held að hún aðalega verið strákar sem að fóru ylvingana og svo setna skátana og það fylgdi því að einmitt fá svona, mér minnir að það verið til svona dálkur heima sko og þó að ég hef nú ekki verið mikið í að beita því en sko það er annars vegar þessi persónulegi harmleikur sem að þarna á sér stað og það er mjög erfitt að tjá sig um það og hins vegar erum við að tala um svona félagslega strauma og tilhneigingar sem að þetta verðist sína. Nú náttúrulega var það svo þegar við vorum unglingar og vorum að alast upp þá voru alveg til gengi og það var ofbeldi, það var mikið ofbeldi í meðal barna og unglinga í held ég öllum hverfum og öllum landslutum og þannig að þetta er ekki nýtt, alls ekki og við mögum ekki gera of mikið úr því heldur og maður sér það stundum í umræðuna það stundum talað eins og þetta sé bara eitthvað alveg sem bara nýtt til komið en það er náttúrulega ekki svo. Hitt er svo aftur annað mál að þetta sýnir, það eru svona 2 lykilorð í þessu sem að mér dutti í hug sko, það er annars vegar orðið rof. Mér finnst þetta sýna með öðru að hér hefur átt sér stað ákveðið menningarlegt rof í íslensku þjóðlífi og það hefur verið að eiga sér stað hægt og rólega, þetta á sér djúpa rætur og þetta á sér rætur alveg frá síðustu öld, frá því upp úr miðri síðustu öld þegar að sko og það er fullkomlega skiljanlegt þess að hér breytumst við úr bændasamfélagi og sjómanna og bændasamfélagi yfir í borgarsamfélag
alveg undraskjótt og miklu hraðar en nokkuð staðar annar staðar í Evrópu. Og þessu fylgir mikil umbrot og ákveði roð. Hitt lykilorðið sem að ég fór að hugsa orðið stolt. Ungir karlar eru að láta ljósmynda sig og eru að pósa með hnífa. Þessi strákar sem eru að pósa þannig, þeir eru að sýna eitthvað sem að þeir telja sig geta verið stoltir af. Að hér ég kaldur kall með þennan hníf og það skal enginn hérna fara neitt að kásast upp á mig. Þetta eru strákar sem hafa ekkert til að vera stoltir af. Fer maður að hugsa þegar maður er að velta þessu fyrir sér. Þeir eiga geta verið stoltir af svo mörgum hæfileikum sínum og eiginleikum sem að þarf þá að kannski benda þeim á og rækta upp. En við höfum kannski vanrækt. Ég bara henda þessu svona inn í umræðina. Skólastjórinn fyrirverandi. Já, skólastjórinn fyrirverandi. Ofbeldi er ekkert nýtt á meðal barna og unglinga. Ég tek undir með Guðmundi Andra. Það er aldeilis ekki nýtt. En það að beita hnífum er kannski nýrra heldur en það ofbeldi sem að maður þekkti þegar maður var í skóla og síðan þegar maður var skólastjóri. En ég held að í mínum huga er tvennt í þessu. Það er alltaf verið að tala stráka niður. Þeir eru ekki læsir, þeir get ekki þetta og þeir get ekki hitt. Og ég held að sé á hverju einasta ári sem að tala af hverju eru drengir við lok 10. bekkjar ekki læsir. Og þá hugsa ég sem fyrir íslenskukennar og skólastjóri, hvað er að okkur fullorðna fólkinu ef okkur finnst það í lagi að benda á þetta ár eftir ár og gera lítið sem ekki neitt og hvers konar ímynd verður þá til hjá þessum drengjum sem að fá alltaf þetta högg að þeir séu ómögulegir. Þá leita þeir að sjálfsögðu inn á einhverjar aðrar brautir til að upphefja sjálfan sig vegna þess að samfélagið hefur ekki gert það, skólinn er ekki að gera það og ég held að þarna þurfi að eiga sér stað samtal allra, foreldra og barna, skóla og samfélags það að á hvaða leið erum við og hvaða tungutak notum við fólk. Því að þar held ég að sé grunnurinn að það er ákveðin minnumáttarkennd og þegar þú þarft að hefja þig upp úr henni þá grípur þú til ofbeldis og hnífurinn er svo meðfærilegur. Hann er bara í vasa, það sér hann enginn, það kemur enginn hávaði frá honum og það er svo auðvelt að ráðast af fólki með hnífi. En svo hann tekið þátt í svona hverfabardugum að stinga þar að manneski, það er mikið meira heldur en að lemja með prikið eitthvað Smári, þú tókst ekki þátt í götubardúunum hverfabardúunum með hauskúpunni? Jú, ég er með ör eftir ör þess að skoti á mig við bóga. Ég átti gaddavíksvipu þegar ég var 5 ára eða 6 ára. Þannig að varst á með okkur að berjast? Já, ég var notaður svona sem fallbyssufóður hjá ykkur eldri í strákunum. Þið var sér að hlæja þessu. Það er náttúrulega ekki fyndið. Alltaf að passa lilla. Nei, ég veit ekki, þetta er náttúrulega margt sem að hér hefur sagt er bara vandamál í samfélaginu. Það er, þú veist, við gætum verið betri, hvort við annað, eins og segir í leginu. Ég hins vegar veit ekki hvað þetta tiltekna atvik er. Ég veit að það er svona eitthvað af hnífaburði. Það hefur verið gerð könnun á því. Það séu 1% drengja held ég sem að segjast mundu hugsanlega beita hnífnum. En það er náttúrulega, þannig að ég veit ekki hvort að
við eigum að horfa á sko, þetta sé mein allra barna og við eigum að kalla öll börnin. Það voru einhver að skrifa það einmitt hérna á Vísi ágæti svona áminningu það. Það verið hóprefsing sem að við þekkjum nú bara fyrir botni miðra þessu svona. Það sem verið að drepa fólk af því að það var einhver sem var sömu þjóðar og það sem að framdi einhvern glæp. Ég vitnaði þegar við vorum að tala hérna um svona hóprefsing að þegar mér fannst þess að við varum komin út úr þessu sko. Þegar ég var í heimastaskóla að þá var brotist inn í búrið og stólið niðursóðnum ávöxtum, blönduðum ávöxtum og þá voru allir bara settir í einhvern sal og átt að kúa okkur til þess að kjafta hver hefði gert þetta og leiða. Þú veist, mér finnst eitthvað svona að þetta sé eiginlega sög heillar kynslóðar. Dóttir mín hefur alltaf sagt að það sé vandamál í sinni kynslóð sko, það sé svo mikil harka í orðræðu og öllu svona og ég er fylgjandi því að börn fái kosningarétt og hefur alltaf kosið það sem hún segir mér að gera þannig hún eiginlega búin að vera með kosningarétt sem var 9 ára svo spurði ég hana en finnst þér að börni að hafa kosningarétt? Nei, nú okkur ekki, já þú þekkir ekki mína kynslóð pabbi, segir hún og þá eitthvað svona hugmyndum að það sé eitthvað svona í gangi. Þannig að fyrirgjöf ef það eru þjóðaratkvæðagreiðsla að veita börnum kosningarétt, þá myndur þú veita henni sem sagt Það gæfi ég henni atkvæðið mitt, svo fær ég að kesta. Og hún myndur segja nei. Og svo myndur segja nei. En síðan það sem að ég myndi ætla kannski að skoða og mánu skoða svo sem hvað sem ég myndi skoða hvernig eru við til dæmis í skólakerfin að mæta krökkum sem eru svona á jaðrinum ég meina þegar þetta var ekki til í gangi ekki þegar ég var en svona eftir það þá var til svona útideildi muni getur henni og götusmiðjan og það var alltaf verið að reyna að ná krökkum sem að einhvern veginn var að fara og við vitum það verða til svona hópar á unglingsárunum þessi svona samastendur af krökkum sem er í einhverju neyslu krökkum sem hafa orðið fyrir einhverju einelti það verður svona hópur þar sem að þú getur gengið inn og gengst inn í þá einhvern annað samfélag sem að viðurkennir þig og þú getur fengið einhverju viðurkenningu af einhverjum öðru lögmálum og ég hef svona einhverja tilfinningu að því ég verður tölvöld að ræða um skólamál og af hverju börnunum niður ítla og svona að ég hef á tilfinningunni að við stöndum okkur verst ítla þarna og við stöndum okkur verð núna heldur en ofta áður. Samt það nú svo fyrirgefið að ef ég gríp bara strax orðið sko, mér dettur í huga að það er þessar PISA-kannanir sko, sem að alltaf komi eins og bara eitthvað hálskefla yfir þjóðlífið einu svona ári og eru svo hræðilegar en það sýna líka annað mér minnir að þessi PISA-kannanir sem sýna líka að sko að meðal íslenskra barna er ákveðin svona hvað getur við sagt félagsgreind meiri Svo ekki samkennd sko Jú, samkennd Við erum lág í samkennd sko en börnunum líður vel í skólanum Já, vorum við ekki há í samkennd? Já, við erum lækkandi sko. Við förum lækkandi, þar, ok. Ég ætla aðeins að skjóta inn að því að þið kannast við þarna rannsókn og greining sem við gerðum könnun og er sönnun þess að Íslendingar hafi tekið eitthvað stór átak í því að eyða unglingadrykkju. Stærsta aðgerðin þá var að hækka lögræðisaldurinn úr 16 í 18 og það bara gleymist alltaf þessar umræðu því við viljum að þetta sé sigur sko einhverja svona áróðus og samstöðu þjóðarinnar og allt það. Ef þessi kannun skoður og þá vissulega hefur sko dregið úr drykkju þarna þetta yfirleitt gert þarna stutt eftir áramót. Ykkur sagði mér það að fyrsta könnun hafi verið gerð í janúar en síðan hafi alltaf verið gert í febrúar sem að muna náttúrulega gamla skuldi sem að skiptir svolítið máli. En ef þetta er skoðað þá sést að sko drykkja hefur almennt lækkað að minni en þau sem að voru í neyslu það hefur ekkert breyst þar. Við höfum bara ekkert stað okkur bara neitt betur í því að mæta krökkunum sem í einhverjum vanda. En svona góðu krakkarnir, þeir drekka miklu minna. En drykkja góðu krakkarna, veistu það, var aldrei vandamál. En ég í þessu máli, þessu ömmulega máli sem við stöndum frammi fyrir, að það var annars vegar, svo sem lést og svo það sko það líka sko barn sem gerandinn. Sko. Og hans umhverfi, hans fjölskylda, hann kannski sko með þessum atbyrði þá var hann kannski búin að eiginlega bara sko fórna kannski mikla sínu lífi í hann verið bara hryllilegur harmur hjá hans fjölskyldu sko hryllilegur harmur. Það gefur auðvitað Já, þú stígur yfir ákveðin mörk bara þegar þú gerir svona hlut og það ætlar ekkert barn 16 ára gamalt að verða morðingi. Nei. En það er þá
hvernig getum við tekið samtali við þau að stíga ekki yfir þetta strik. En sko ég man eftir því á milli, ég tók við sem skólastjóri 1991. Það var hnífa eða stungu árás í mínum skóla þá. Og það var eins og var sá sem var stungin að hann slasaðist ekki alvarlega. En hann var enga síður stungin. En vitið hvað kom mér mest á óvart? Nei. Það var ágangur fjölmiðla. Það var sko, ég var varla búin að láta foreldra barnanna vita að þetta hefði gerst þegar ég fekk hringingar frá blöðum og útvarpi. Og af því að þetta frétt. Já, en ég meina samt. Ég get hafa verið einn af þeim fyrir því. Já, þetta frétt. En þá kemur næsta setning sko. Skólastjórinn og kennarinn trúnaðarmaður á stað og allt það sem þú veist nemendur, þú getur ekki látið það fara í fréttir. Nei, skylda þín náttúrulega við börnin og foreldrana en ekki við fjölmiðlana. Ég skil alveg að þetta frétt. Og eðlilegt að sé sagt frá því að þetta hafi gerst. Já, og það allt annað. En það kannski líka þetta aðgátsskál höfði nærveru sálar. Það ekki alveg sama hvernig við segjum frá þegar að svona alvarlegir atburðir gerast. Það þekkjum við fjölmiðlafólk og við höfum staðið frammi fyrir mjög erfiðum málum og þurfum að draga þetta út andan og slýsa árum við ákveðum hvernig við gerum þetta. Akkurat. Það bara oft sinnis bara. Já. Ég held að ég sé yngst af ykkur og ég get alveg sagt ykkur í Vesturbænum í Kópavogi sannarlega var sko gegndarlegt ofbeldi og sérstaklega hjá strákunum. Það var einelti og það verið að tróða mönnum í ruslatunnur og eyðileggja skólatöskur og fatnað og allt þetta. Sund leikumi hryllingur fyrir bara ákveðin hluta hvers einasta árgangs, sérstaklega hjá drengjunum. En síðan finnst mér eins og hafi verið unnið svo mikið í því og ég held að þú þekkir það nú örugglega Ragnheiður að eineltisáætlanir, vinna gegn ofbeldi og svo framvegis. En ég held, sko, það hefur líka bara starfi í skólanum hefur orðið erfiðara. Nemendurnir eru miklu fjölbreyttari og á meðan sko kennarahópurinn kannski einsleitari. Það ekki jafn mikil fjölbreytni þar og við þurfum, þar eins og alls staðar annars staðar, þá þarf fjölbreyttan kennarahóp. Til þess að krakkarnir sko eigi líka möguleika á að finna sér sko fyrirmyndir og ná tengslum við fólki sem þau eru með meira og minna allan daginn sko. Þannig að já, en ég held sko, ég minnst ég upplifa það gegnum mín börn að það búið að vinna mjög mikið í þessu og ég get alveg sagt ykkur, ég var sem sagt í verslun einu sinni og það piltur á undan mér og þeir þekkjast greinilega sá sem að afgreiða á hann og annar þeirra nefnir ætlar að koma á reunion, það sem sagt endurfundir hjá árgangnum og annar pilturinn horfir á hinn og segir ég myndi ekki míga á þetta lið þótt að stæði ljósum logum. Punktur. Og svo fór hann og ég spyr, má ég spyrja hvað skóla þetta var, skiptir ekki hvað skóla þetta var, en hann sagði já, það leiðvist ekki öllum jafn vel. Ég meina svona, það eru margir sem eiga þessar sögur, en ég hafi þó vonað, mér ástu upplifa það í gegnum skólagöngu minna barna, að það hefði verið reynt að taka á þessu stöðugt og mikið. Ég veit að það engin fullkomin og það ennþá einelti og það ennþá ofbeldi, en það meðvitund það að það sé ekki eðlilegt. Það sem hefur sagt að já, strákur og þeir þurfa að slást. Það ekki sko viðurkennt lengur. En það verður líka að segjast að stelpurnar ekkert betri. Öðruvísi oft. Þær öðruvísi og þær beita andlegu ofbeldi af miklum krafti oft. Já, útilokun og smánun. Allskins með allskins bröðum. Sérstigin getur verið verra. Já, en svo eru líka til og við þekkjum alveg sögur þar sem að stelpnahópur hefur tekið sér saman og gengið í skrokk á stelpu og stór skaðaðana og ekki bara einu sinni. Jú. Þú veist, heldur oftar, þannig að við skulum, mér finnst líka að við þurfum að nefna það að þær eru sko líka gerendur. Já, þær eru líka gerendur. Já, ég meina við glemum við stundum að sko með
úlingana okkar og mjög mikilvæg punktur sem að Smári að gera hérna með að við skulum ekki hérna tala alla úlinga sem einhvern einn hóp sem að sé bara í logandi slagsmálum og nýjöfurði. Það alveg öðru nær en úlingar eru óþroskað fólk, eru börn og framheilin þetta ekki alveg komið hérna. Og þar með hvatvísi meiri en hjá fullþroskuðum einstaklingum og eins svona kannski vitundum rétt og rangt ekki alltaf hérna jafn svona skýr og hún ætti að vera sko og það vill bara gleymast hjá og þegar og sérstaklega þegar að ræða svona þegar að vera svona hópefli og hérna hópurinn tekur sér saman og gerir hluti sem að einstaklingarnir myndu aldrei gera sko. Upplifun samt svona almennt hafandi sko bara með 2 unglinga sko þetta svo miklu betra fólk. Já, ég tek undir þetta líka. Ég segi það bara hreint út. Þau eru sko svo miklu víðsýnni, þau eru miklu auðveldara með að fylgjast með sko alþjóðlegri umræðu og samfélagsumræðu og allt það. Mér finnst þau bara miklu meðvitaðri og svona almennt betur innréttuð en við sko vorum. Ég mjög bjartsýn fyrir hönd þessara kynslóðar þótt það séu sannarlega auðvitað hérna glímir hver kynslóð við sinn vanda sko og sitt bara sinn nútíma. Og samfélagið á að kunna ráða við þá sem að hérna ekki í meginströmmnum sko, sem einhverjum ástæðum hérna finnast ekki í skóla, sem að eru með einhverja erfiðleika heiman, eru illa nestuð eða eru bara það er miserfitt að vera sá sem maður Það hefur líka afleiðingar lengra fram í tíman sko, þeim mun seinna sem þú ætlar að fara að gera eitthvað í því sko. Hvernig fannst ykkur með að hérna viðbrögðin voru það að það væri bara komið málmleitatæki? Ég hugsaði bara hvaða ætlum við að fara með sömu viðbrögðin og Bandaríkjamenn ekki ykkur þeim vel að eigast við ofbeldi með barna þar sem að ég held að vera 217 börn sem hafa verið drepin á þessu ári í skotar. En við erum nú kannski ekki við erum ekki að selja börnum síðskotabyssur eins og. Nei, en ég meina þegar aðferðin þeirra að bara setja málmleitatæki í skólana. Þannig við erum bara komið með það bara við fyrsta tilfelli. Ég hugsaði Þetta eru svona fyrstu viðbrögð við mjög alvarlegu máli. Stundum kemur svona tilfinningi, við verðum að gera eitthvað og það ekki alltaf rétt að gera þá bara eitthvað. Nei. Ég held að þetta sé dæmi það. En við verðum að vona að þetta hræðilega atvik verði til þess að koma ykkur svona vitundavakning og þeir fáu þá sem að eru með vopn á sér að beiti þeim ekki. Kannski getur við gert það með einhverjum hætti, ég veit að ég kann ekki. En það eitt viðbót sem við kannski höfum ekki nefnt ennþá sko sem að mætti kannski líka koma inn í þessu umræðu og það umhverfi sem að ungt fólk býr við í dag sem alveg einstakt við okkur öll. Það samfélagsmiðla umhverfið sem að pínlítið undir radar það ekki hjá skólakerfinu að einhverju leyti. Það hérna erfitt að kannski fylgjast með því og þar eru börnin útsett fyrir allskyns efni og líka allskyns samskiptum sem ekki eru alltaf heilbrigð og góð og hérna og þessu fylgir held ég alveg gríðarlegt álag fyrir þessar ungu manneskjur sem bara erfitt að ímynda sig. Allt annað svona félagsmunstur þegar við tala hvernig það var þegar við vorum þá var maður kannski í svona einhverjum hópi sem var svona á starf við hérna þá sem eru sendir sko í hernaði svona það sem var liðsforingi kannski svona 5-6 í hópi sko en hérna því að vera vitni í dóttur mína sko þá alltaf hérna ég fyrir að hitta hérna Hrefnu hver það og ég held að þetta sé bara einhver hérna 300 manna vina hópa listi sko sem maður botnar ekkert í sko. Þetta bara allt annað félagsnef. Við erum líka bara að læra við erum í rauninni fyrsta kynslóðin sem að ala upp börn sem fæðast inn í þennan veruleika og þekkja ekki heiminn öðruvísi en þannig að samfélagsmiðlar séu bara eðlilegur hluti af þetta séu svona hluti af bara líkamaðinum að vera með síman hérna og það bara og skólayfirvöld sömuleiðis bara einhvern veginn að læra inn að þetta og ég held að við munum bara finna út úr því með einhverjum hætti auðvitað hafa verið gerð mistök og foreldrar gera mistök og börn og skólayfirvöld og allir en það væri mjög skrítið ef við myndum hitta bara leið á nákvæmlega réttu leiðina til þess að takast á við þennan nýja veruleika sko og það verður líka þetta misvægi sko foreldrar bara þekki ekki, kunn ekki, vita ekki hvernig TikTok virkar eða Snapchat eða hvað það sem þau eru að nota
og þar með sko vald þeirra, þetta bara rétt eins og sko innflytjendur hverra börn kunna tungumálið í hinu nýja landi, að þá sko þau missa svolítið vald yfir uppeldinu. Og vilja banna það í skólum, eins og það sé ykkur laust sko. Ég held að það sé mjög illa grundað sko. Ég held að það sé, ég veit ekki alveg hvort ég sammála þér sko, ég held að það sé ágætt regla að, þú veist, það þurfa alltaf að vera ákveðið mörg, það þurfa og ég held að það sé ágætt regla að það sé ekki leyfðir hnífar í skólum, en þetta með málleitatækin símatnir, ég held að ég bara taki íhaldssama pólitík. Ég var ekki að mæla með að skólar hnífar eru leyfðir í skólum. En það er kannski eins og Þóra sagði áðan sko. Þó ég hafi farið veit skátahund. Og segir frá hérna sínum börnum, þau eru samfélagslega læsari heldur en við vorum. Og það líka setur foreldrana í pínu litla sko hinum megin við borðið. Þú hefur ekki þetta vald sem þú hefur alltaf haft sem foreldri eða ætlar þér að hafa sem foreldri. Það er ekki yfirsýn. Nei, og alveg eins í skólanum sko, það er allt annað að nýta síman í skólanum við nám eða hvort þú hangir í símanum þegar þú átt að vera að gera eitthvað annað. En þá kemur líka þetta að það er að þú þarft stundum að hlýða og það er til orð sem heitir ægi. En við erum orðin pínulítið fyrst, segi ég, vegna þess að kennarar innan gæsalappa geta svo afskaplega lítið gert ef að nemandi ákveður að vera bara í símanum í einhver öðru, vegna þess að ef þú tekur í nemandan þá áttu á hættu að fá á þig áminningu eða kæru fyrir að ráðast að barninu. Þannig að líka þessi mörk að fullorðinn einstaklingur sem stýrir heilum bekk sem í eru 25 börn, hann verður að hafa einhver tæki og tól til þess að stýra. Ekki bara til þess að geta kennt eða frætt börnin, hann þarf einhvern veginn að geta stýrt og haldið aga og börnin þurfa að átta sig á því að þau hafa bara pínu gott af því að búa við aga. Sko aga, við skulum færa það yfir á annað mál. Það var flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins og unga fólki vildi tala stöðu flokksins og þá var þeim beitt aga, þeir máttu bara tala húsnæðismál. En þetta er nú svona leiðin okkar inn í þessa pólitík. Nú staða Sjálfstæðisflokksins, Ragnheiður, hún er náttúrulega alveg svakaleg í skólakönnum. Og ykkur er að kenna. Já, að sjálfsögðu sko, en sem fyrrverandi þingmaður en ennþá sjálfstæðismaður, þá finnst mér samt alltaf ótrúlega fyndið þegar að besserwissarar út í bæ koma og ætla að fara að segja sjálfstæðismönnum fyrir hvernig þeir eigi að haga sér. Sko Sigurjón, stefnan hefur ekkert breyst. Hún er ennþá nákvæmlega svo sama, en það er fólkið. Það eru einstaklingarnir sem eru kjörnir til þess að vinna eftir stefnu flokksins sem að hafa bara ekki gert það. Það er ekkert flóknar en það. Hverjum hefði dottið í hug að þingmenn Sjálfstæðisflokksins tækju sig til og samþyktu að afurðastöðvarnar á Íslandi og þeir sem að þær ættu þyrftu ekki að falla undir samkeppnislög. Flokkurinn sem talar frelsi einstaklingsins og samkeppni og guð má vita hvað. Nei. Og hvað gerist þá? Nákvæmlega það sem hefur gerst á Norðurlandi. Kaupfélag Skagfirðinga kaupir norðlenska og kjarnafæði. Já, með þetta samir sko. Og sko svo er þetta líka þessi fyrir stóru fyrirtæki, Matvögl, þetta það ekki, SS og Kaupfélag Skagfirðinga. Þetta eru allt fyrirtækin sem að flytja inn kjöt. Og hvað? Hvar er samkeppnin? Hvar er Sjálfstæðisflokkurinn í þessu? Hann réttur bara upp hönd og segir amen yfir eið og tökum bara samkeppnis eftirlitið út fyrir sviga.
Þannig að stefnan okkar hefur ekkert breyst. En það fólk sem að vinna, sem vinnur ekki eftir henni. Og það verður bara að súpa seiðið að því. Já, hana nú. en þetta eitt mál. Þetta náttúrulega, sko, lægst mælst 13,9%, sko, en segjum, svona 15% af flokkur. Þetta eitthvað sem bara gáðum ekki ímynda okkur yrði? Nei, bara aldrei. Hafandi starfaði fjölmiðlum í 25 ár, sko, þar til fyrir 1,5 ári, að þá, nei, þetta eru alveg hreint ótrúlega tölur, ég held að endurspegli líka bara þær hræringar sem að verða í íslensku samfélagi. Bara hvernig samsetning þjóðarinnar er að breytast og hvernig, sko, einmitt aðgengi á upplýsingum, hvernig umræða, rís og hnígur, það er eiginlega bara, það er svo erfitt að setja fingur á þetta. En sko, er þetta ekki fyrst og fremst bara það að þetta endurspeglar þreytu í ríkisstjórnarsamstarfi þar sem að allir eru óánægðir? Ég meina að engin ríkisstjórnarflokkana er að ríða neitt feitum hesti frá þessum könnunum, sko. Nei, en þú þarft samt ekki, eða ég meinum það, þú þarft ekki að ganga á skjön við þá stefnu sem að þú gekkst til liðs við. Já, það kostar því þá kannski völdin, þá bara fellur ríkisstjórnin. En þá verður, eða í mínum huga, það er ekki kannski það sem að við sjáum, en þá hlýtur að geta gengið frá borði. Þú getur ekki selt sáluðina. Maður getur ekki verið ótrúr. Það er bara... Það er... Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi... Ég veit ekki alveg þetta með stefnu Sjálfstæðisflokks, sko. Nei, en það þekkir þú hann ekki, sko. Nei, ég þekki hann alveg ekki. Sko, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi, og það er í rauninni bara merkilegt hvað hann hefur þó verið lengi. Og hann skildi ekki bara splundrast í frumyndi sína strax eftir frum. Það er afrek hjá þeim sem að tóku við flokknum þá. En sko, Sjálfstæðisflokkurinn er bandalag ólíkra afla ákveðna hagsmuni, að standa vörð ákveðna hagsmuni, og svo er stefnan svona, hinn pólitíska stefna er dálítið svona eins og hver og einn vill hafa hana. Þú getur verið sjálfstæðismaður vegna þess að þú vilt að smá atvinnurekendur fái að njóta sín. Þú getur verið sjálfstæðismaður vegna þess að þú vilt að stór atvinnurekendur geti verið með einokun til þess að bæla niður samkeppni frá smá atvinnurekendum og allt þar á milli. Þú getur sko verið sjálfstæðismaður vegna þess að þú vilt halda í bílinn þinn og garðinn þinn og húsið þitt og nágranna þín og lífið þitt og tilveru. Þú ert að kjósa það frekar en að þú sett að kjósa einhver svona sérstakka pólitíska stefnu. En byrju, hefur þú nokkuð tíma kosið Sjálfstæðisflokkinn? Þú ert að kjósa óbreytt ástand. Þú ert að kjósa lífið eins og þú vilt hafa það. Það er að kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Nei, ég hef aldrei kosið Sjálfstæðisflokkinn vegna þess að ég hef ekki verið sáttur við óbreytt ástand í íslensku samfélagi. Þess vegna hef ég alltaf kosið vinstriflokka. Og þeim hefur alltaf gengið svo vel. Þeim hefur gengið alveg óbærslega illa að breyta því. En samt sem áður snýst vinstristefna þessa sýn að vilja breyta samfélaginu. En sjálfstæðisstefnan gengur þá út á þessa sýn að vilja hafa samfélagið óbreytt. Þetta er bara, sko, Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið gerbreytt í íslensku samfélagi á síðustu 30 árum. Þeir hafa umturna skattakerfinu, þeir hafa flutt, breytt öllum grunnreglum samfélagsins, þannig að þeir eru auðu, hafa sóað til sína auð og eignir og völd í samfélaginu. Sjálfstæðisflokkurinn er gerbreytt í íslensku samfélagi. Það er einn raunveruleg byltingaflokkur á nýlendu, lýðveldistímanum, það er Sjálfstæðisflokkurinn. Og það er svo kostulegt að þessi flokkur selur alltaf stöðuleika. Hver er stöðuleikin til dæmis frá 1991, þar sem hvað er búið að gera síðan þá? Það er búið að grafa undan öllum grunnkerfum samfélagsins. Það er búið að umbreyta skattakerfinu, þar sem áður var hæst skattbyrði á þeim sem höfðu það mest. Nú er orðið öfugt, það er minnst skattbyrði á þeir sem hafa það mest. Guðna Smári, þetta er bull og þú veist það. Nei, þetta er bara svona. Nei. Þetta er bara svona. Já, bara skattur á fyrirtæki, tekjuskattur fyrirtækja var 50% fyrir 35 árum. Hann er núna 20%.
Fjármagnstekjuskattur var skattlagt bara eins og aðra launatekjur sem hámarkið 46% í dag, það 22% í dag. Það búið að leggja niður eignaskatt sem alveg gaggala gú aðgerð sko, sem það sem ítir mest undir sko misskiptingu auðs, að þú verður eiginlega að skattleggja eignir til þess að hindra það, að við setjum uppi með örfáa sem eiga bara allt. Þú veist, sjáum við bara sjávarútveginn og fleira og þetta að Sjálfstæðisflokkurinn standi fyrir samkynni, það bara ekki þannig. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið löngu metið þannig að það veri meiri ávinningur því að sækja í stærðarhagkvæmni. Þess vegna er Sjálfstæðisflokkurinn aldrei andmælt í þegar Hagar að kaupa ólís eða þeir vera að sameina fyrirtæki. Þeir eru alltaf að kvarta yfir því að samkynnseftirlitið eða hnýsast eitthvað í þessu. Sjálfstæðisflokkurinn er aldrei kvarta yfir því að Samherji eigi raunverulega alltaf ekki nálægt 20% ef maður telur síldarvinnsluna. Þetta er bara auðringur sem á 20% af öllum kvótunum þó að þessi bannað. Hefur heilt Sjálfstæðisflokkurinn kvartað yfir þessu? Aldrei. Punkturinn hjá mér var eiginlega fyrirgeðið hérna, ég veit þú vilt svara honum en ég ætla aðeins að hafa bara að klára það sem ég var að reyna að segja áðan sko. Punkturinn hjá mér var eiginlega sá sko að af hverju kjósendur hafa kosið Sjálfstæðisflokkinn í svona ríkum mæli. Ég var að reyna að lýsa því hvað þeim gengur til. En þetta er alveg rétt að raunstefna Sjálfstæðisflokksins hefur verið alla tíð svo að standa vörð hagsmuni þeirra fáu stóru ríku. En það er í rauninni hins vegar merkilegt að sko hversu stór hluti almennings hefur kosið Sjálfstæðisflokkinn í gegnum tíðina og alveg fram á síðustu ár. Og þetta sýnir okkur kannski að núna erum við að sigla inn í ákveðið skeið þar sem er meiri skautun, meiri polarisering í samfélaginu. Og þá getur Sjálfstæðisflokkurinn ekki lengur svona staði fyrir bara svona hið almenna sjónarmið hins almenna manns. Ég ætla að taka fram að því að ég veit að Ragnheiður er með svona triks sem oft er notað, til dæmis konur, að við meðum ekki tala kvenréttindi að því að við erum ekki konur og við meðum ekki tala Sjálfstæðisflokkinn að því að við hefum ekki verið í Sjálfstæðisflokkinn ekki kosið. Ég hef heldur aldrei kosið í Sjálfstæðisflokkinn, þannig að raunverulega allt sem ég segi ómark. Nei, og ég gæti alveg tekið samskonar ræðu eins og þú varst að flytja vinstrimenn og hvernig þeir hafa farið með ýmislegt. En bara svo ég segi það, þá finnst mér það bara ekki sérstaklega málefnalegt. Og annað, að það sem að mér finnst líka svo merkilegt, og nú ætlum ég að segja það við þig, Guðmundur Andri, þegar að ég sit hér við borðið og eina manneskja sem að ég best veit hefur kosið Sjálfstæðisflokkinn. Já, þú veist ekkert um það. Nei, að ég best veit að þá útskýrir þú hér bara fjálglega hvað fólki gengur til sem að kýs Sjálfstæðisflokkinn. Ég er að reyna að átta mig á því. Já, þú ert bara þú bara segir, kjósendur Sjálfstæðisflokksins gera það út af þessu og gera það út af hinu. Sko, ég er fyrrum alþýðuflokksmaður. Ég veit það. Og fór svo með Vilmundi Gylfasyni í Bandalag jafnaðarmanna. Mér finnst þú alltaf að vera þar ennþá. Já, en Bandalag jafnaðarmanna dó og þá ákvað ég að ganga til liðs í Sjálfstæðisflokkinn 85 og það var einfaldlega vegna þess að það hugnaðist mér best vegna þess að fárið á vinstri vængnum fannst mér algjörlega glatað. Ég er alin upp af vinstra fólki en það var bara ultimatum að gera það ekki. Og þegar að Gunnar Smári talar hér núna hvernig Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið byltingaflokkurinn og eyðilagt samfélagi, er einhver að velta fyrir sér núna nýjum formanni Samfylkingarinnar? Nei. Hvernig hann kemur inn, þessi nýju formaður, og ræðir ekki málefni Samfylkingarinnar eins og fyrrum formenn hafa gert? Fær þessi formaður á sig svona ádrepu? Fær flokkurinn á sig ádrepu? Nei. Sá sem mælir stæðstur hann þegir. Já. En fólk sætti sig við það að hún er ekki gamla Samfylkingin, hún er nýja Samfylkingin. Þetta er svipað á Tony Blair gerði, menn hann var ekki að verja gamla verkamannaflokkin.
Hún hefur svolítið komist upp með þetta, ég veit ekki hvort það sé í lagi eða ekki, kannski það í lagi, ég veit ekki. En ég held að þetta, mér finnst þetta mjög skemmtileg umræða og þetta kristallar svolítið, ég myndi ekki vilja fara aftur til 91, það er sannarlega 86, það er mikið breyst. Ekki fara að reykja í bílnum með börnunum. Já, akkurat. Það er ekki vankostur. Ómögulega, takk. Og engin samvikið. Það sem að, þú veist, það var náttúrulega orðið umbylting sannarlega í íslensku samfélagi og tekjur á mann og þjóðartekjurnar hafa tvöfaldast hið minnsta ef ekki meira á þessu tímabili. Má ég benda á, sem ég hef bent á þegar Sjálfstæðismenn segja þetta, að ef þú tekur tímabilið hérna frá 1991 til 2024 og tekur þjóðarframleiðslu mann sem er bara mjög góður mælikvarði og tekur jafnlangt tímabil á undan, þá var tvöfalt meiri aukning þjóðartekjunnar mann áður en að nýfrjálshyggjan tók yfir. En það vorum við að byggja upp virkjanir og orkufrekan iðnað og fengum töluvert af marsjalaðstoð og allt það. En breytir ekki því að það sem að mér langaði að nefna í þessu er það á Íslandi Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki verið einráður. Við erum ekki með svona tveggjaflokkakerfi, heldur erum við alltaf með samsteypustjórnir. Sannarlega hefur hann alltaf verið stærstur og verið leiðandi Sjálfstæðisflokkur og Framsókn meira og minna þegar það er, eins og þú segir, Bandalag jafnaðarmanna dó og Samtök frjálslynda og vinstri manna og þjóðvæki og þú veist, það eru fleiri dæmi en þetta. En það skilar, held ég, okkur sem samfélagi oft líka bara málamiðlunum sem að skipta máli, þar sem að hægri flokkurinn fær einhverju framgengt og vinstri vangurinn fær einhverju framgengt. Ég meina, það tókst að fara inn í EES og svo framvegis. Það held ég að sé til bóta og bara almennt að þá er ágætt að geta náð málamiðlunum og það er það sem samsteypustjórnir knýja á Hins vegar er þegar sambúðin verður slæm að þá er það náttúrulega ekkert mjög gott hvorki fyrir þjóðina né lýðræði og þá er alltaf eins og þú ert að nefna hvenær á að segja þetta gott. Já, ég var bara, venjulegu sjálfstæðismaður en horfður á það að flokkurinn var fyrir síðan, svona 25-30% flokkur og svo er hann komið svona neðalega og þá hlýtur hver og einn að horfa til forystu flokksins, formanns, varaformanns, þingflokksformanns og svona helstu talsmenn flokksins, það hlýtur bara að vera, er það ekki? Nú kem ég líka úr íþróttafjölskyldu Já. Og það hefur nú oft verið lenskan að þegar leikmenn ekki fara eftir leikskipulagi þjálfarans, þá er fyrsta lausnin að losa sig við þjálfaran. Já, að missi klefan, eins og þú segir. Já, en það hefur hins vegar sýnt sig í fleiri tilvikum heldur en að sú lausn gekk ekki eftir. Betra að setja leikmannin á bekkinn sem að fer ekki eftir það sem þið ert. Nei, ef að þú ert með lið og þú ert stýrimaður borð þá eiga hlutirnir, þá átt þú að fara eftir stýrimannum, ekki satt? Skipstjórinn skipinu hann ræður og aðrir vinna samkvæmt því sem er. En þetta er svona svipað finnst mér að losa sig við þjálfaran eins og þegar verið er að spyrja er ekki komið tíma á Bjarna Benediktsson. Bjarni var kosinn 2009 og hann hefur verið kosinn formaður allar götur síðan og þó á síðasta landsfundi Sjálfstæðisflokksins fékk hann 60% atkvæði og Guðlaugur Þór 40%. Það var þó kosið og mér persónulega finnst mér það af hennu góða. Þá kemur formaðurinn út með styrkari stöðu heldur en sá sem að bauð sig fram líka. En ég ætla að taka það fram að mér finnst alltaf svo asnalegt þegar sagt er að einhver bjóði sig fram gegn einhverjum vegna þess í mínum huga áttu ekkert í pólitík, þú þarft að vinna bara fyrir því með einum með öðrum hætti. Heldur það sé ekki ráð að Bjarni víki? Er hann ekki komið með flokkinn út í eitthvað fen sem hann rættar ekki tilbaka? Já, ég held að Bjarni Benediktsson sé ekkert komið með Sjálfstæðisflokkinn út í eitthvað fen, en hins vegar þarf hann og forysta flokksins og þingmenn og kjörni fulltrúar í sveitarstjórnum aðeins að velta fyrir sér hvert eru við að fara. Horfum svo litið inn á við og skoðum hvað er það sem að við erum að gera ránt, ekki bara það sé... Já, þessi farin út af brautinni. Já, mér finnst það og mér hefur fundist það lengi og en ég get ekki sagt það er Bjarna Benediktsson að kenna. Mér finnst það bara svo galið.
Horfum fyrst á aðal, það ekki? Já, mér finnst bara fólkið, kjörnir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkurinn þurfi að ræða sín mál. Af hverju erum við komin með 14% fylgi, hafandi fengið 22-23 sem þótti lítið bara. Já, en sko, við verum líka að gæta þess að það hafa komið fram miklu fleiri flokkar, þannig að þá skiptast atkvæðin öðruvísi heldur en einu sinni var. Einu sinni var Sjálfstæðisflokkur með 35 eða 37% fylgi 2007 þegar ég fór inn á þing. Já. En maður hefur tekið til því sko að þingmenn Sjálfstæðisflokksins höfðu bæði á síðasta kjörtímabili og líka á þessu, þeir hafa haft miklu meira leyfi til þess að fara svona vera í hálfgerðri stjórnaranstöðu við ýmis mál, vera með svona sóló og markera sig einhvern veginn, hægra megin við stefnu ríkisstjórnarinnar og það hefur verið gert með svona ég veit kannski ekki velþóknun forystunar en allavega hefur þetta verið liðið og leyft og jafnvel ítt undir þetta einhverju leyti meðan sko hjá VG ríkti ægi. Það einræði. Já, það var allavega ægin sem þú varst að tala um að. Já, kannski. Og það hefur nú ekki alveg kannski það voru 2 þingmenn VG sem voru andvígir stjórnarsamstarfinu þegar það var Rósa Björk og Andrés Ingi og bæði voru þau eiginlega flæmt burt úr flokknum í staði þess að kannski að leyfa þeim að hafa sína rödd. Það voru reyndar, það gerðist ekki þann daginn, sko, þau voru svona dinglandi nokkuð misseri. Já, og áttu það erfitt uppdráttar að þau enduðu í öðrum flokkum og ég held að þetta hafi verið sko VG sé eitt af því sem að eina af þeim mistökum sem að gerð voru hjá VG að leyfa ekki þessar svona anstöðu raddir. Ansi margir þingmenn farið úr VG, þú nú búin að skrifa eitthvað það, hvað Þetta var ekki eins og villigættirnir Já, villigættirnir. En Guðmundur Andri, þá, þú veist, mér langar að spyrja þig sko því að það að Rósa Björk og Andrés Ingi fengu ekki að spila svolítið sjálfstætt í því að vera inni í Vinstri grænum, þér þykir það slæmt. En svo talar það að aftur einhverjir sjálfstæðismenn hafi fengið leyfi til þess að spila sóló. Hver munurinn á því að vera sjálfstæðismaður? Hvort viltu Guðmundur Andri? Ég vil ekkert. Ég bara tók eftir þessu og tók eftir þessu ólíku nálgun, sko. En þið finnst það betra hjá sjálfstæðisflokknum að leyfa þeim að dingla? Ég held að ef ég hugsa þetta sem sjálfstæðismaður, ég alltaf að reyna að hugsa eins og sjálfstæðismaður. Þú getur það ekki, elskan. Ef ég hugsa þetta sem sjálfstæðismaður, þá held ég að Geniðin kalla á, eða ekki? Jú, ég menna að þú ert komin að krötum og það var náttúrulega allt mitt fólk var sjálfstæði fólk svona ef við hoppum yfir einn ættlið sko þannig að ég hef þetta einhverstað í mig. Römmis og taugur. En talandi agan sko, ég held að 1992 þá var ég þingfréttamaður og það voru 2 nýliðar í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og það var eitthvað hitamál og ég segi svona það voru ekkert með í umræðinni að þau voru að tala við mig málið sko og þá bara við megum það ekki. Það bara megum það ekki, við megum ekki tefja málin, við megum ekki tala. Heyrðu Sigurjón. Þetta ægi. Já, ég ætla að segja, ég verða að fá að segja ykkur skemmtilegan brandara akkurat svona. Ég var nýkomin inn á þing 2007, haustið og það eru, hvort það voru störf þingsins eða eitthvað, nema ég Ögmundur Jónasson var að segja eitthvað og þetta hefur verið í einhver umræðu, ég man ekki alveg hvernig það var en ég fyrir andsvör við hann og sem að tefur umræðuna allavega 4 mínútur og þá kom þáverandi þingflokksformaður Arnbjörg Sveinsdóttir hnippir í mig og segir þess að dásamlegu setningu hver heimilaði þér að leika hér olíudrottningu? Já, þetta er skemmtileg setning finna leið til að nota hver heimilaði þér það, já mitt, af hverju olíudrottning?
Ég náttúrulega varpaði bara olíu og eld og þar að ég var að kveikja hugmyndi. Þetta var svona djúpt. En sko, bara svona eitt í viðbúð sem þetta í hug í sambandi Sjálfstæðisflokkin, sko. Það að við erum... Taktu bara í hann, sko. Við erum að sigla inn í svona meira polariseraða tíma í pólitíkinni. Og og maður tekur eftir þessu sko að það eru dálítið svona sterk rödd innan úr sjálfstæðis, hvað við að segja, hreyfingunni sem í Morgunblaðinu. Ég vona ég sé ekki að tala hér gráa fílinn í herbygginu. Sko, það kom í hverri viku Reykjavíkurbréf sem eru svo skrítin og furðuleg og afturhaldssöm og bara fáránleg. Ertu að lesa nýjasta? Já, ég var alveg bara, ég vissi ekki að sko það verið hægt að ganga fram að mér ennþá sko en honum tókst það. Sko Stiltu nýtra. Sko, ég held að það sé alveg óvægt að fullyrða að sko að trumpismi sé ekki mjög útbreiddur meðal sjálfstæðisfólks. Svona allavega eins og ég þekki það sko. En þetta samt svona sterk og áberandi rödd og heldur einhverjum svona heljar greipum kannski þetta samfélag sko, sjálfstæðismanna. Og ennþá með svona mikil völd virðist vera. Fólk undir 40-50 ára við veit ekkert hver þessi ritstjóri þessa blaðs og lesað ekki og já. Bara... en samt sem áður hefur hann ítök og völd ennþá. Já, þetta síðustu völdin hans. Ég held að þetta séu síðustu völdin sem hann í raun og veru hefur í þessi umræddi einstaklingur í bara þjóðmála umræðinu, það Reykjavíkurbréf. Og ég held að hann bara með fullri virðingu fyrir hann og held ég að hann átti sig ekki einu svona á því að völdin fara dvínandi eftir því sem að bréfunum fjölgar vegna þess að við sem ennþá kaupum okkan fysiskt og lesum hann, maður verður meira og meira undrandi eftir því sem að blöðunum fjölgar. Já. Þannig að... Það var gaman að þessu, það var gaman að lesta uppátt með svolítið svona flög. Það var núna, það var sko... En klárlega, hann var, Davíð Oddsson var svona góðsögn tíma. Já. Hafði gríðarleg völd í hafði bæði sem borgarstjóri og sem forsætisráðherra. Hann var mjög afgerandi og hann er mjög afgerandi. Ég er nú ekki í liðun hans sko og hef aldrei verið upp á alls. En slíkir menn eiga svo ótrúlega að því að ég tel svo erfitt með því að hafa ekki þessu völd. Þannig að þeir verða alltaf einhver staðar, einhvern veginn að láta til sín taka og hann gerir það svo sannarlega sem ritstjóri Morgunblaðsins. En ég ætla að leyfa mér að efast að það getur vel verið að fólk sem komið á minn aldur og 10 árum eldri en ég er sko 75, að það hugsi ennþá hlýtt til hans. Já. En ég held að yngra... Þetta snýst kannski ekki bara hann sko, þetta snýst líka þetta ákveðin straumur innan flokksins. Já. Og sko, og hættan svo að missa þetta yfir til flokksins sem hægra megin við Sjálfstæðisflokksins, með flokkin, flokkur sem getur ekki eins og sagt satt í nafninu sínu. Nei. Að missa þennan straum sko þarna yfir og svo að missa svona frjálslynt fólk. Já, ég held að sé bara að sko eldra fólkið, það gæti fyllt honum og svo er ákveðin hópur af miðaldra fólki inni líka sem að er gætu hreinlega farið og kosið miðflokkinn. Jafn fyndið og það nú er. Já, ég finn bara alltaf bara svo til með sko þessum flinku blaðamönnum sem eru á mokkanum, það er fullt af góðu fólki þar sem að skrifar áhugaverðar fréttir og efni og svona en í sama blað sko.
Það bara... En svo það uppröðunin á efninu og þetta sem sko, skiptir miklu máli, það er bara það. En kannski heldur Sjálfstæðisflokkur bara ekki lengur saman. Hann saminaðist eitthvað áður. Það getur vel verið að þetta fólk bara vilja ekki vera saman í liði lengur. Þessi smá aðröggutinir og stórkapitalistarnir það vill ekki stétt með íhaldsmenninir og frjálsynda fólki. Vill ekki stétt með stétt lengur. Ég held að það sé rangt hjá þér. Að fólk vilja ekki stétt með stétt. En það var eins og ég sagði. Davíð vill ekki. Hann er mjög hatrammur og vill bara hafa sig í flokknum eiginlega. Já, en það er akkurat eins og sem er partur af því að Sjálfstæðisflokkurinn skreppur saman. Það að hann hefur heldur ekki gætt að þessu. Áður átti Sjálfstæðisflokkurinn menn innan verkalýðshreyfingarinnar sem að töluðu þar máli launþegahreyfingarinnar og annars slíkt. Og ég er alveg við höfum ekki gætt að því. Vegna þess að það er auðvelt að gæta að slíku því það er fullt af fólki innan Sjálfstæðisflokksins sem að er innan verkalýðshreyfingarinnar og hefði alveg geta komið sér fram þar. Formaður verkalýðsráðs Sjálfstæðisflokksins skrifaði grein núna að hæðast af Bjarna Benediktssyni fyrir ræðu sem hann hélt að þið þyrfti ekki að virkja meira og hann þessi ágættu maður heitir ekki Kristín Karl Brynjarsson hann bara hæðist á hann. Þetta er á Vísi, þetta er að lesa hana. Það er svona, þegar svona innmúra og innvíðu maður kemur og gerir hann grín að formanninum, það er eitthvað sem hefði ekki verið leyft þegar til þess að þetta var svona formaður. Nei, sko, það er þetta sem ég á við að við séum ekki að framfylgja stefnunni, að við erum ekki að vinna vinnun okkar í grasrótinni og halda því svona til streitu. Ég talaði við nokkra sjálfstæðismenn í vikunni og þeir, til þess Vilhjálmur Egilsson lagði langmest upp úr bara klofning í flokknum, að Viðreisn fari út úr flokknum og flokkurinnum væri raunverulega í mjög slæmri stöðu eftir það og það hefði flætt svolítið út úr flokknum yfir í Viðreisn og hann var eiginlega kvartið við því að hann hefði aldrei heyrt Bjarna Benediktsson svona orða það með neinum hætti að þetta fólk væri velkomið aftur eða eitthvað slíkt eins og er yfirleitt bara vinna formann sem hann lendir í klofningi er að reyna að ná flokknum saman aftur bara aðalega, en stemmingi verður alltaf bara farið fyrir betra stemming Frumskylda flokksformanns er að halda liðinu en miðflokkurinn er eiginlega byrjað þessi klofningu frá Framsókn en er raunverulega klofningu frá Sjálfstæðisflokknum og sömuleyti var stofnunin á flokki fólksins var drifin áfram af fólki sem var í Sjálfstæðisflokknum þannig að flokkurinn hefur margklofnað í tíð Bjarna Benediktsson og það sem að þessi sjálfstæðismenn voru að benda á að hann hefur aldrei sýnt neitt áhuga á því að halda saman þessari þessu tjaldbúð eða eitthvað sem að flokkurinn sem að þið þótti væntum var en hann er ekki lengur. Nú er þið búin að rýna Sjálfstæðisflokkin alveg bara niður í inntrykkur sem að ég bara... Ég ætla að tala hana. Já, er það ekki? Jú, við fullri virðingu fyrir honum og alltaf. Hinn nýji fjármálaráðherra, hann er náttúrulega að fara að leggja fram fjárlagafrumvarp og hann ætlar ekki að hækka skatta og ekki skera niður. Ég held að það sé bara mjög spennandi þingvetur framöndan, maður heyrði þú veist bara í fréttum núna í vikunni þar sem var verið að tala við þingflokksformenn og svona bara dýfa fingurinnum svolítið í að heyra hvernig þetta yrði af því að þetta er kosningavetur og eins og við vitum það er ýmislegt gengið á sjálf kannski fylgist ég mest með orkumálunum og það er málaflokkur sem að flestir nefndu af því að það eru bara ákveðin tímamót það sem að þú veist, ég veit, við erum náttúrulega bara, ég held við séum fordegruð þessi þjóð, við áttum okkur ekki alltaf á því hvað við erum í ofboðslega góðri stöðu, hafandi farið í hituveituvæðinguna og verandi með þetta einstaka orkukerfi, raforkukerfi, það er hvergi svona kerfi rekið í heiminum, held ég ekki til lyft mér að fullyrða það sem þú ert með lokakerfi, 100% græna orku og orkuskiptin sem við eigum eftir eru samgöngur á landi og sjó og síðan flugið þegar þar að kemur. Það er vöxtur í samfélaginu sem betur fer og ég meina þú þarft ekki annað en að horfa á línuritið orkuvinnsla og verg landsframleiðsla fylgist að algerlega og þess vegna erum við innan við 400.000 hræður á eyju í Norður-Atlantshafi rétt sunnan við Heimskautsbaug. Við erum með jafnmiklar tekjur á mann og Bandaríkin og ég held að við séum í 10. sæti í heiminum
og þetta hangir náttúrulega bara beint saman, þannig að ef við viljum vaksa frekar og sem betur fyrir, þá ykkur að fjölga aðalega náttúrulega með fólki sem hingað er tilbúið að flytja eins og búið að fjalla svolítið núna í tengslu við þessu OECD-skýrslu sem við komum kannski mögulega betur inn á eftir. Þarna, sko, ég sé einhvern veginn, ég ekki vissum að það verði endilega mikil átök haldið það orkumáli. Ég meina, sko, kannanir sína það að þjóðin er sammála því það þarf að vinna meiri orku. Það skiptir máli í hvað hún fer, sannarlega, og ég meina eins og tala búrfiskslund, það sé búið að selja orkun úr honum, það bara algjör villsa. Svo orka fer í rauninni, sko, beinti bara í vöxtin í samfélaginu. Og við viljum, sko, styðja við græna matvælaframleiðslu. Þú veist, þeir tímar eru liðnir að það sé verið að virkja fyrir, sko, eitthvað álver eða þess að ég held að það kom ekki aftur, sko, sá tími. En þó á þessum tíma, þá er til Vestfirðingar, það bara olíu notuð til að búa sér rafmagn. Stundum, þegar ekki til skerðanleg orka, en sko, nú allt of oft. En nú því að ljúka. Og koma nýja raflínur sko, það er ýmislegt að gerast sem verður til þess að Vestfirðingar munu hætta að brenna olíu og það verður tilkynnt á morgun. Eru að tala ég má ekki fara fram úr mér í því, já, lengi á til morgun má ekki fara fram úr mér í því, en það eru góð tíðindi framöndan og eins það þessi verkefni séu loksins að komast eftir allan þennan aðdraganda, sko, Búrfellslund og Hvammsvirkjun, að þau séu komin langleiðin af því að frá framkvæmdaleyfið. Ég veit ekki betur en Hvammsvirkjun átti að fá virkjunarleyfi í næstu viku og svo framkvæmdaleyfi í kjölfarið. Búrfellslundur væntanlega bara í þessum mánuði sömuleiðis en síðan segjum, og ég átta mig ekki alveg á, sko, þessum miklu deilum sko nærsamfélagi, því ég held að það séu allir sammála það að nærsamfélagi, það sem að til dæmis sveitarstjóri Skeiðagnúpverjahrepps hefur verið að tala að nærsamfélagi verða að njóta meiri ávinnings og ég held að það séu allir sammála það. Ég þekki engar sem hefur sagt nei, það kemur ekki til greina. Það var náttúrulega þannig að sko opinbera byggingar og orkumannvirki voru undan þeim fasteignagjöldum áður fyrr og svo bara verið að breyta því og fjármálaráðherra og umhverfis orku og loftslagsráðherra hafa báðir sagt það að þetta verða þingmálaskrá, þessar breytingar. En þetta samt aðeins flóknara held ég sko en bara það að hnika til einhverju tölu eða breyta lögum þannig að ákveðnar tegundir bygginga falli líka undir þann flokk sem á að greiða fasteignagjöld, af því að það snýst náttúrulega líka sanngirni og þegar ég horfi þarna á Suðurlandið þá erum við með sko Skeið og Þjórsársvæðið, út með Skeiðagnúpverjahrepp þar sem eru 570 íbúar eitthvað svo leiðis, með Ásahrepp þar sem eru innan við 300 manns, út með Rangárþing ytra þar sem eru 1800 manns eitthvað svo leiðis, Flóahreppur innan við 700, Hrunamannahreppur 800 eitthvað svo leiðis, samtals þá eru þessir 5-6 hreppi kannski 4000 manns og það sem þú ert að halda úti sko, ég meina það eru 63 sveitarfélög á landinu ennþá, og ég veit að stjórnvöld hafa verið að knýja á sameiningar af því að af þessum 63 eru sko 27 eða 8 með innan við 1000 íbúa og 6 sem eru með innan við 100. Já, þú með innan við 100 íbúa, þú ert að halda úti leikskóla, grunnskóla, þjónustu við aldraða, þjónustu við fatlaða, félagslegu kerfi, skipulagsvaldi, þú veist, þetta meira en að segja það fyrir svona lítinn hóp að halda þá líka bara sko viðunandi stjórnsýslu og ef við tölum að njóta ávinningsins, ég meina fasteignagjöld af Búrfellslundi renna öll til Rangárþings ytra og þar eru áætlanir að koma fót sko grænum svona matvælaiðnaði og garði þarna á strönd á Rangárvöllum til þess að einhver leyti sé orka nýtt í heimabyggð. Og svo ertu með hinum megin við ána, ég meina stöðvarhús Hvammsvirkjunar verður austan megin og þá fara öll fasteignagjöldin til Rangárþings ytra, þú veist, ég held að sé allir sammála að það sé ekki alveg sanngjarnt og þá snýst ekki bara það af hverju verið að borga, heldur bara svona landfræðilegri legu, ég meina Fljótsdalshreppur þar búa 95 manns og fá allar tekjur af Fljótsdalsstöð sem sko stærsta aflstöð landsins, ég meina þetta er 690 megawatta virkjun. Þannig að sko þetta held ég aðeins stærra og flóknara en bara eitthvað svona að hnika einhverju til. En allir eru hins vegar sammála það að það þarf að breyta þessu.
En svo verðum við líka að hugsa náttúrulega afleiðingarnar, mögulega þú veist hækkar raforkuverða eitthvað og það þá kannski bara allt í lagi eftir að svo spila líka inn í þetta jöfnunarsjóður sveitarfélaga. Það sem að sko Skeiða-Gnúpverjahreppur þriðjungur af þeirra tekjum kemur frá Landsvirkjun, en á móti eru sko bara af því að það eru fáir íbúar og sveitarfélagið tekjuhátt, þá eru skerðingar á móti. Kannski eins og barnabætur, þú veist, þeir sem hafa hærri tekjur fá ekki barnabætur og þá er svona spurning hvernig sé sanngjarnt að skipta þessu öllu saman. Og þetta held ég að verði kannski ekki gert bara svona með því að smella fingrum. En það verður gert. Því hafa ráðherrarnir lofað. Og það er náttúrulega óheppilegt fyrir sko orkufyrirtæki að vera þarna einhvern veginn á milli. Það er bara að fara eftir lögum og reglum og sækir þetta og gerir umhverfismat og hoppar í gegnum þess að sko 278 ringisóta hopp í gegnum til þess að fá leyfi, öllu leyfi sem þarf og að það má þá ekki stranda á því. Ég held að við sem samfélag vitum bara að við þurfum á þess að halda og við þurfum að vinna þessu saman sko. Og þannig að þegar menn segja, já, orkumál, þau verða fyrirferðar mikil, en ég hef svona verið að reyna að sjá átakapunktana og þið getur kannski hjálpað mér með það. Jú, deila peninga. Já, ég veit að snýst allt það, sko. Það er mjög langvinn, sko bara, sveitarfélögin hafa náttúrulega bara frá því að þau tóku yfir grunnskólan og tóku yfir þjónustu við fatla, sótt á ríkið og sagt, það er ekki alveg rétt gefið hér, eins og mögulega í fleiri málaflokkum. Já, það er náttúrulega tókast á peninga og það gengur hægt að fækka þessum aragrúa sveitafélaga sem eru hér og ég fylgdist með því á þingi þegar var verið að reyna að leggja fram frumvarp það og það var talað í kaf af íhaldsöflunum. En sko ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að sko orkumálin eða virkjanamál, náttúruverndarmál sé kannski síðasta máli sem að VG getur, síðasta hálmstráið sem að VG getur hugsanlega gripið í til þess að sameina eða öllu heldur kalla aftur í sitt fólk, sameina hópinn og finna eitthvað svona sem að getur blásið fólki svona í brjóst hugsun og eldi. Og það væri þá að það væri andstaðan við svona hverskins framkvæmdir eiginlega sem að hefur alltaf verið dálítið svona ríkt í þessum flokki sko. Flokkurinn er ekki síst stofnaður í kringum þessa miklu hreyfingu, náttúruverndarhreyfingu sem að varð hér til í andstöðunni við Kárahnjúkavirkjun og það allt saman. Og þannig að sko ég hef einhvern tilfinningunni að sko þau gætu magnað upp sko ákveðna andstöðu við virkjun vinds og bara hverskins virkjanir og þarna verði átakapunktur sem að kannski flokkarnir finni. Þeir eru að leita að einhverju til þess að marka sér sína sérstöðu. Það er bara ekki þannig að öll þjóðin sé sammála virkjanastefnu Sjálfstæðisflokksins. Samfylkingin hafi aðlagað sig að henni, sko. Það bara er ekki þannig. Þannig að ég vona að VG, við viljum hafa alvöru lýðræði með ólíkum skoðunum þar sem er tekist á ólík sjónarmið. Og það er ekki þannig að það sé bara allir sammála því að verið vindmyllugarðar á öllum heiðum. Nei, ég er ekki að segja það. Og þessi hugmyndum að það vantar svona mikið í orkuskiptinu og við virkjum þá. Munum við gera það. Þú veist, menn að vera hér og bara bent á að þetta er bara dellu hugmynd. Að þú getur dregið upp hvað við þurfum mikið orku sko næstu 30 árum, ef þá að virkja það, reynslan er svo að það gerist ekki þannig. Ef þú virkja núna þá verður að vera með kaupanda að orkunni bara strax, þannig það mun leiða til sko aukinar orku notkunar, en ekki uppfyllinga okkur orku sem að kannski þarf á að halda seinna. Hver ætlar ykkur að fara að virkja hérna núna og eiga orku sem við þurfum kannski eftir 10 ár? Nei, það er nefnilega inn á eitt mjög mikilvægt sem ég held að sko þótt við hefðum ótakmarkað orku núna, þá getum við ekki klára orkuskiptin á einu ári vegna þess að sko annars vegar að þá er tæknin ekki til að öllu leyti. Við getum kannski sett flugið út úr þessa því að það verður nú ekki fyrir ná næsta áratug. En bara til dæmis orkuskipti á landi, bara trukkar og vinnuvélar og svo framvegis og jafnvel skip, togarar og fraktarar.
sem að munu sko og skemmtifélagsskip já, það á náttúrulega að setja þau beinarlega í sambandi í hverju höfn sko. Þar töluvert til dæmis að gerast í Noregi, enda það þannig að fyrirtæki sem að kýs að kaupa rafvætt eða sem sagt grænt atvinnutæki fær töluverðar niðurgreiðslu vegna þess að það eru engir hvatar hér fyrir fyrirtæki en þá til þess að fara þessa leið. Og ég held satt að segja að þau haldi að sér höndum í orkuskiptunum af því að í mörgum tilfellum þá tæknin komin. Það bara miklu dýra. Þetta kostar peninga. Já, það kostar peninga. Samir að fengi 100 milljóna króna styrk úr orkusjóði, ég held bara til að kaupa liftar eða eitthvað. Já. Það vantar ekki hjálpsemina við þessu stóru. Nei, það vantar hjálpsemina við mjög margt annað sko. Mjög margt annað, alla samgöngur á landi til dæmis, þar sem að sko rútufyrirtækin þurfa að hafa hvata til þess að kaupa græna kosta, græna vinnuvílar og á meðan heldur fólk að sér höndum og þú veist, það hægt að fara að framleiða vetni, það hægt að fara að framleiða metanól, svona innan skams, en það verður að vera, sko, virðiskeðjan verður að vera tilbúin, sko, og menn bíða bara. Við erum búin að tala í langa tíma. Við erum margt eftir en við komumst ekki yfir þessu. Nei, við komumst ekki yfir það. Við eigum ekki að tala um OECD og innflytjendaskýrsluna. Já, það er... Nei, það var ekki. Þarfst þú að fara eitthvað? Já, ég þarf að vera farin. Ég hefði þurft að vera farin, já. En þú, Gleymdum okkur í Davíð Oddssyni aðeins. Já, sem svo oft áður. Kona minn segir, hvernig nennið þið alltaf að vera að tala um hennar mann? Þau býða líka fram í Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB og... En hinn umræðin er góð, hún verður tekið seinna. Við fáum Þóru til þess að koma og ræða við okkur um OECD og stöðu innflytjenda á Íslandi. Herðu, en við ætlum að taka örstutt hlé og síðan koma verkefnisforkólfar sem ætla að efna til mótmæla við þingsetningu sem að ég man ekki eftir að hafa gest áður á Íslandi. Sjáum til hvað þau segja hér eftir augnablik. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, það mál að halda áfram, þetta voru fínar umræður áðan en
Nú það svolítið alvara, það eru helstu stéttarfélög landsins, eða mörg þeirra, efna til mótmæla á þriðjudaginn í þingsetningunni. Sonja Þorbjörnsdóttir, formaður BSRB og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR. Sonja, hvað að fara að gera? Já, það auðvitað til stutta útgáfan og langa útgáfan, en við auðvitað höfum fundið það í gegnum tíðina að það vaxandi ójöfnuður og svona óróleiki yfir stöðunni. Og það sem kannski verst að fólk ber ekki von til þess aðstæðna sé að breytast. Og við finnum það auðvitað núna þegar við erum svona að koma úr sumarfrí að það ekki að heyra á stjórnmálafólki að verðbólga vextir séu svona efst á baugi. Það alls konar önnur mál sem þau eru að tína til og virðist alltaf verið í forgangi og við erum einfaldlega að mótmæla þessu aðgerðarleysi stjórnvalda þegar kemur að þessari stöðu. Þetta það sem að brennur á okkur öllum og það auðvitað líka þannig í samfélagi þegar við finnum að þetta bítur svona misfast á fólk og við vitum að þetta hefur verst áhrif á þau sem að minnst á milli handana að þegar þú upplifir í samfélagi að þú náir ekki endum saman og getur ekki sér börnunum farborð og svo framvegis en að þeir hafi það bara býsna gott að þá þetta vex svona félagslegur óróleiki og við finnum einfallega bara að það eitthvað gliðni í þessu samfélagi og nú komið nóg. Svona þrýstingu frá félagsmönnum, heyrum mikið af þau erfitt með afkomu og vilja gera eitthvað. Já, ég meina það hefur verið í lengri tíma og ég held að við kunnum alveg þetta, við vissum að það yrði efnahagslegar áskoranir í kjölfar COVID-faraldursins en svo sjáum við bara að það hagurinn að vænkast í öðrum löndum í kringum okkur en ekki hér og tekur allt lengri tíma og við upplifum bara algjör á stöðnun í því og þá þetta kraumar svona ólga í okkar fólki og vill mótmæla. Ragnar Þór, þitt bakland. Já, ég held að það sem ég verð að skynja í mínu baklandi fyrst og fremst bara reiði og ég hef nú búið til mótmæla áður og var svona á þeim tíma kannski ekki alveg vissum að það væri kannski tímapunkturinn þegar við vorum að djöflast hérna í vor og síðasta haust. En ég skynja að það sé eitthvað að bresta í okkar samfélagi og fólk sé einfaldlega búið að gefast upp gagnvart stjórnvöldum og seðlabankanum. Það alveg ljósta að eins og svona kemur inn á að löndunum í kringum okkur sem við erum gjarnan að bera okkur saman við að ganga mun betur að ná niður verðbólgu heldur en okkur og þetta kristallast alveg í því að þessari kreppu sem við erum að ganga í gegnum núna henni alfarið ætlað að almenningi, milli- og lágtekjufólki að bera hitann og þungan af og það sést líka á forgangsröðun ríkisstjórnarinnar sem núna að undirbúa að klára sölun á Íslandsbanka búvörulögin sem fóru í gegn til þess að gera ákveðin fyrirtæki undan þeim samkeppnislögum. Við sjáum launaskrið forstjórana, við sjáum að í stað þess að vera rauninni að takast á við þennan vanda og einblínu á hann að þá verið að gera eitthvað allt annað sem að ég held að fólk bara sætti sig ekki við. Við sjáum til dæmis núna að stóru fyrirtækin eru að ná í gegn hvert og fætur öðru kaupréttarsamningum og einhverju svona bónusgreiðslum ofan á stjarnfræðilegar launagreiðslur og þar koma til dæmis hefðum að vilja sjá meira frá lífeyrissjóðunum en svona í grunninn þetta að þessi vandi sem við erum að horfa núna hann að mörguleyti heimatilbúinn vegna þess að fólkið okkar, almenningur í landinu, félagsfólk, þessar stóru landssambandar sem eru að búa til mótmæla að það bara ber ekki þessar byrðar. Það bara stendur ekki undir þessu og ég myndi segja að ef þetta væri staðan til dæmis þá er ég að tala bara vextir og húsnæðislánum í og yfir 11% yfirdráttavextir og svona smálánavextir sem að fólk að nota til þess að komast í gegnum mánuðin og yfir 20%. Staðan á húsnæðismarkaði, ég ekki viss að nokkur svona nágranna þjóð myndi, þetta ekki umborið, fólk væri komið út á götu, það væri byrjað að mótmæla, það væri allt logandi,
en hérna einhvern veginn virðist þetta, við erum svona, þrælslundin virðist oft vera svona stýpri í okkur. Við erum eitthvað í genunum, segir fjármálaráðherra. Já, ég er nú ekki sammála því að við séum ég er ekki sammála því að bara ef við tökum frá hruni að þá hefur almenningur fellt 3 ríkisstjórnir, losað sig við alltaf 4 ráðherra með mótmælum. Þannig að ég er ekki sammála Íslendingar séu einhvern veginn látið alltaf við sig ganga sko. Nei, það sem ég kannski meira að benda á er kannski fyrst og næst það að hlutinni þurfa yfirleitt að ganga of langt til þess að við stöndum upp og eins og staðan er núna. En sá tími komið núna? Já, augljóslega er hann komið vegna þess að vanskilur aukast í fólki þó að bæði ríkisstjórnin, fjármálaráðherra og Seðlabankinn vil ekki viðurkenna að þá eru öll ljós farin að blikka og þegar innheimtufyrirtækin eru farin að hafa áhyggjur og bankarnir að það var nú mikið sagt og ég er ansi hræddur að við séum komin yfir ákveðin mörk. Það verði erfitt að vinda ofan af því sem að koma skal. Hér muni bæði lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru skuldsett og sömuleiðis heimili falla í hendur bankana í stórum stíl og afleiðingarna verða auðvitað skelfilegar. Hver er krafan? Er krafan burt með vanhæfa ríkisstjórn eða er krafan að ríkisstjórnin gæti að þeim grundvelli sem hafa lagður undir kjarasamningar sem að þið gerðu bara fyrir nokkrum mánuðum? Það er auðvitað stærsta krafan að sé gripið til aðgerða. Ég meina, svo að það er forsendur haldi. Já, og sko, við erum búin að ræða það hérna í, ég veit ekki hvað mörg ár, að megin ástæðan fyrir mikil verðbólgu í Íslandi er vegna stöðun á húsnæðismarkaði og það hafa verið hópar þar sem að aðalega vinnumarkaðarins hafa átt sæti á stjórnvöldum sem eiga leggja upp hvernig megi leysa þennan vanda til framtíðar og við vitum auðvitað það að við getum ekki byggt húsnæði á einni nóttu en hins vegar hafa verið gerð á okkar mati bara góðar áætlanir það hvernig megi leysa þetta en það er auðvitað alveg ljóst að þessar áætlanir mun ekki ganga eftir af því það er ekki byggt nægilega mikið einmitt út af vaxtastiginu sem þýðir að það er engin annar heldur en ríki og sveitarfélög sem geta í svona aðstæðum tryggt að þessi byggt nægilega mikið þannig að við verðum ekki í þessum vítarhring hérna stöðugt að verðbólgan skapist fyrst og fremst af því að það sé ekki nægilegt framboð af húsnæði. Þau vilja ekki byggja vegna þess að þau telja að markaðurinn er lista. Já og svo er þú veist það sjónarmið aðeins að breytast að því þau eru aðeins búin að átta sig á það að fenginni reynslu en það vantar samt frumkvæði, það vantar samt að þessi gripill aðgerð, það vantar að þessi horfst í augu við það að það er neyðarástand og þá verður að gripa til neyðaraðgerða og svo eru þetta hitt að við búum hérna við gríðarlega fákeppni og við erum nánast ekki með neitt eftirlit sem þýðir ef við sjáum auðvitað hækkun á matvöru stöðugt og það er aðeins minna núna bara síðustu vikur út af prís. Út af prís, já og það eru auðvitað frábært að sé verið auka samkeppnina. Það er ekki sama sveiflan upp á við og hefur verið. Nei, og við sáum það líka gerast þegar Costco kom til á sínum tíma og svo jafnaðist það, þannig að það er ekkert annað en eftirlit sem dugir þegar að það svona er alltaf, leitunin verður alltaf í fákeppni á endanum. Og er þetta mótmæli sem að leggja fram tilteknar kröfur? Kröfurnar eru eins og áður sagði að fara í neyðaráttak í húsnæðismálum og fara í raunverulegar aðgerðir gegn verðbólgu. Ef að ríkisstjórnin er hins vegar ekki stakk búin til þess að hlusta á þessar kröfur að þá hlýtur hún augljóslega að þurfa að boða til kosninga vegna þess að ég vona svo sannarlega að fólk finni það núna að mæta og taka þátt í þessu með okkur verði annarkvort nægilegur þrýstingur til þess að þrýsta á aðgerðir, raunverulegar aðgerðir til þess að sporna við þeim þeirri dýrtíð og verðbólgunni og þessum okurvöxtum sem er búið að leggja hér á almenning og heimilin og snúa af þeirri braut. Ég er svona að leyfa mér einhvern veginn að efast um að hún geri það en eitthvað verðum við að gera vegna þess að þetta leysist ekki að sjálfu sér. Við vorum til dæmis að sjá núna bara fréttir frá leigufélaginu Ölmu vegna þess að ríkisstjórnin, hún var búin að lofa okkur bæði kjarasamningunum 2019, 22 og svo aftur núna að klára að setja ný húsaleigulög til þess að verja fólk á leigumarkaði. Við vöruðum við því að það væri allt og mikið hlustað á sérhagsmuna aðila til dæmis og það litla sem að kemur inn í þessar breytingar verður bara til þess að gera fólki á leigumarkaði enn erfiðara fyrir
og Alma gekk nú fram hérna rétt fyrir helgi þar sem að langtímasamningar eru út myndinni og þeim verður bara boðin 13 mánaða samningar hér eftir. Þetta nákvæmlega það sem við vörum við að markaðurinn myndi gera ef að ríkisstjórnin myndi taka, of mikið tillit til sérhagsmuna í staðinn fyrir að verja fólkið í landinu sem að nú opinn af þeim kjósendum sem halda þessum flokki við völd, eða þessum flokkum við völd. Og svo mætti lengi telja. Seðlabankinn í skjóli auðvitað ríkisstjórnarinnar fer svo fram fyrir skjöldi fyrir fjármálakerfið og ríkasta fólkið í landinu og keyrir hér upp vexti að því kaliberi að hér eru raunvextir komnir yfir 3%. Og það fátt sem bendi til annars en hann keyrir það áfram til þess að fóðra þá bankana og fjármálakerfið og ríka fólkið. Þessu þarf að breyta, þessu þarf að mótmæla og auðvitað vona maður að ríkisstjórnin taki þessu kalli okkar og fara að gera eitthvað annað heldur en það sem hann að gera. Það algengt að verkalýðshreyfingin í Frakklandi standi fyrir mótmælum. Það hérna stærsta verkalýðsfélag Ísrael í mótmælum núna með fólki sem að krefjast breyttara stefnu hérna stjórnvalda til að frelsa gíslana og þetta þekkist við það. En ekki svo algengt hér. Þau fóru alltaf í verkfall. Þau fóru í verkfall í Ísrael, ekki bara mótmæli. Og Finnland hefur líka gert það þegar þau hafa heimild til svona pólitískara verkfalla. Þetta ekki algengt hér. Ég verð að segja hérna undan að ég man ekki eftir því að verkalýðshreyfingin hafi boðað til mótmæla við þingsetningu. Ég held þetta sé svona eiginlega allavega síðan ég byrjaði í verkalýðsbaráttunni 2009, fór í stjórn VFR, að þetta er í fyrsta skipti fyrir utan 1. maí sem að heildarsamtökin taka sér saman og boða til mótmæla. Eins og allir vita þá voru þetta búsáhaldabyltingin sjálfsbrottin að mestu. Verkalýðshreyfingin var nú ekki eins og velkomin þar og var púið niður. Nei, hún náttúrulega stóð á hliðarlínunni og það er það sem við þurfum að tryggja auðvitað að við séum málsvarar fólksins í landinu, okkar félagsfólks, að stíga fram fyrir skjöldu þegar að staðan er eins og hún er, hrikaleg og ef ekki við þá hver. Mér hryllir við þeirri tilhugsun ef að við lendum í sömu stöðu og í búsáhaldabyltingunni að oft öðrum mótmælum sem að vera haldin ef að verkalýðshreyfingin sjálf endar á hliðarlínunni einhvern megin til þess að bregðast við neyðarástandi eins og nú er að skapast og hefur raungerst svo sannarlega, ekki bara lágtekjufólki, þetta er farið að smita núna upp stigann og maður finnur það svo sem að fólk sem hefur verið skilgreind sem millitekjufólk eru nú að losna 300 milljarðar af fastvaxta lánum sem að fólk er núna að annarkvort að taka á sig stökkbreyttan höfuðstól, tvöföldun jafnvel greiðslubyrði eða fara yfir í verðtrygginguna og þar skynja ég til dæmis mjög mikla reiði innan okkar baklands þó þetta staðan sé verst hjá þeim sem að minnst hafa, eins og Sonja segir réttilega. Þannig að þetta er eitthvað ég bara hvet bara fólk til að mæta vegna þess að það þarf að setja núna þrýsting á stjórnvöld. Við reyndum að leggja okkar að mörkum í síðustu kjarasamningum. Það virtist ekki duga og það virtist vera svikin við verkalýðshreyfinguna að eins og var til dæmis með Keldnalandi 2019 sem við áttum að fá í uppbyggingu fyrir hagkvæmt húsnæði eins og það var með breytingar á húsaleigulögum og svo framvegis. Listin er langur af vanefndum og þessu þarf bara að breyta. Þetta er á miðjum vinnudegi, eða ekki? Þetta er klukkan 4. Á klukkan 4. Já. Hvenær er þingsetningin? Er hún ekki 1:30? Jú, eitthvað það leitið. Já. Og við tókum reyni ákvörðunu það að búa kannski ekki til erfiðar aðstöður, til dæmis fyrir löggæslufólkið okkar sem að eru þetta í þessari súpu líka eins og við. Og síðan verður þingfundur, hún verður frestað og byrjar aftur klukkan 4. Þar verður fjármálafrumvarpinu dreift eftir því sem ég best veit. Og það er bara ágætis tími. Auðvitað er þetta á vinnutíma en við höfum líka fengið gagnrýni fyrir það að vera mótmæla þegar enginn er í þinghúsinu.
og þannig að ég held að þetta sé ágætis tíma og ég rauninni bara leiði mér að hvetja fyrirtæki og fyrirtækja eigendur til þess að gefa því fólki sem vil mæta frí vegna þess að þetta ekki síður mikilvægt fyrir mörg fyrirtæki sem að berjast í bökkum út af háum vöxtum að fyrirtækin sérstaklega lítil og meðalstór fyrirtæki skulda álíka mikið að meira heldur en heimilin gera þannig að það gríðarlegt hagsmunamál þeirra að þessu verið breytt og líka auðvitað það að fólkið þeirra sem að í vinnu hafi í sig og á og launin sem að þau eru að fá dugi fyrir húsnæðiskostnað og framfærslu sem að hlýtur að vera grundvallar krafa bara allra í landinu fyrir utan kannski mjög lítinn hóp sjálfstæðismanna. En hvað hefur breyst? Því að þeir eru skrifuðu samninga bara áramótinu það ekki og þið kannski í febrúar, mars eða hvað? Það er bara mjög stutt síðan. Hvað hefur breyst síðan þá? Hvað er það sem að stjórnvöld hefðu átt að gera en hafa ekki gert og þá sem er þá sama spurningin hvað er það sem stjórnvöld geta gert til þess að svona forsendur þessara kjarasamninga haldi? Þið nefndi húsnæðismál? Já. Þið takja upp bara einhverja rísaplan í húsnæðismálum? Stóra atriði. Síðan þetta hitt að það hafa verið svona ríkar kröfur frá heldur en verkalýðshreyfingunni að stjórnvöld grípi til niðurskurðar, ríkisstjórnin, til þess að bregðast við verðbólgunni og við höfum verið að benda á móti að það þarf auðvitað aukna tekjuöflun til þess að standa undir ríkissjóði og þó að aðstæður séu með þessum hættum sem þeir eru núna þá einfallega lærðum við það í hruninu hvaða áhrif það hefur að bæða skera niður en líka bara veikja innviðin okkar og allar samfélagslegu stofnanna sem við treystum á hverjum degi, hvort sem það er heilbrigðiskerfi, menntakerfi, félagsþjónusta og svo framvegis. Og við sjáum líka eins og afleiðingarnar af efnahagshruninu 2008 þegar fólk nær ekki endum saman og það býr við fátækt eins og er núna að aukast að það leiðir það líka til veikinda. Kvíða, þunglyndi og svo framvegis. Ég held að við verðum líka að setja í samhengi að því við finnum bara svona óróleika almennt í samfélaginu. Að þetta auðvitað það sem gerist þegar fólk upplifir að það sé engin samtrygging. Það er ekki, mennskan er ekki fyrir rúmi. Fólk dungar yfir í fátækt sem að eiginlega erfist síðan. Börnin eru með veikastöðu á húsnæðismarkaði og erfa fátækt foreldrar sinna. Og ég meina, samkvæmt nýjustu viðtölu við fjármálaráðherra þá segir hann það að sé ekki niðurskurður í kortunum. Ekki heldur hækkun á sköttum. En það hefur auðvitað, ég myndi ekki heldur hækkun á sköttum, en það hefur auðvitað líka alveg verið sagt áður, en það má ekki heldur gleymast í þessari umræðu að allar grundvallarstofnanir okkar, allir innviðirnir, þeir hafa verið fjársveltir nánast frá aldamótum. Þannig að það sé ekki niðurskurður heldur þá bara aðhaldsaðgerðir, það þýðir auðvitað líka, það er bara að molna enn frekar undan þeim. Þegar við erum á þeim svona eiginlega bara krosskutum. Hvernig stofnanir ætlum að byggja upp til framtíðar, hvernig heilbrigðiskerfi viljum við hafa, hvernig menntakerfi viljum við hafa, hvernig ætlum við að grípa börnin í þessu samfélagi, hvernig ætlum við að vinna gegn fátækt og svo mætti lengi telja. Og það þarf að taka ákvörðun sem markmið en ekki bara alltaf horfa út það að þurfa að draga úr útgjöldum. En ef þú vilt stjórnvöld sem að breytum stefnu þá þetta hafa raunverulega starfhæfa ríkisstjórn. Já, ég ræði ekki þessari ríkisstjórn. Það verður líka að hafa í huga að innan ASÍ, innan BSRB og kennarasambandsins er bara fólk sem styður alla stjórnmálaflokka sem eru í boði. En hins vegar þetta líka þannig að þegar stundum horfum við á það sem skyndilausn að það komi bara ný ríkisstjórn eða það er að kjósa upp á nýtt en við höfum þetta, ég meina eins og í síðustu kosningu þá var heilbrigðiskerfið aðalmálið, hvað breytist í þeim efnum, hvað var aðalkosningaloforðið þar á undan, skiljið, þetta er ekki alltaf eitthvað sem að leysir allan vanda, þannig að ég heldur viljum ekki fara þangað að því leitinu til að við viljum að þetta sé þverrpólitísk sátt þetta. Við verðum að hugsa til framtíð að setja okkur framtíða markmið og ná þeim markmiðum. Þannig að mér finnst ekki svona aðal fókusin að vera og við þurfum nýtt fólk hérna, ekki í þessum mótmælum. Ragnar? Já, við erum að undirbúa dagskrá og hún verður væntanlega auglýst á morgun. En má ég spyrja einu að því að húsnæðismál eru líka stærsta málið í íslensku samfélagi, þar sem að grefur helst niður lífskjör almennings og þá bæði leigjenda og þeirra sem eru að kaupa út af háum vöxtum og bara háu verði á húsnæði. Ef að það er mikilvægasta málið fyrir ykkar félaga, af hverju skrifum við undir samninga á þess að leysa það? Húsnæðismálin.
það er auðvitað búið, eins og ég var að segja, það er búið að gera raunverulega allar áætlanir sem hægt að gera hvernig þið gerir þetta. Þannig ég til okkur hafa verið á þeim stað að við vorum öll sammála markmið og hvert við værum að fara. En áhyggjurnar eru þetta að þegar vextirnir eru svo háir að sjá að verktakar ekki að byggja nægilega mikið og þá kemur hitt. Ég meina, ríki og sveitarfélög gerðu með sér húsnæðissáttmála minnum að það heiti og þar einmitt var hluti þessu. Hvernig ætla sveitarfélögin að meta og áætla þörf fyrir uppbyggingu á húsnæði. Og okkur fannst það mjög góð leið til þess að fara. Líka þetta að þegar við lendið áður ef verið að byggja rétta tegund eða stærða húsnæði og svo framvegis. Ég held að eins og staðan sé þetta hafi 3 sveitarfélög skrifað undir og þannig að það er kannski þetta að það er ekki raunverulega svona framtaki í þessum efnum, það er ekki verið að framkvæma loforðin sem að stóðu til. Við ættum að vera að tala um Breiðholt, að byggja Breiðholt. Já. En við erum ekki að því. Ég meina raunverulega erum við náttúrulega uppbyggingu á næstu árum sem að jafnast á við Akureyri eða meira, sko. Þú veist, þetta er ennþá stærra hlutfall sem vantar. Ég sá ykkur að fyrirsögn að ykkur byggingamaður stoppar framkvæmdir á 140 íbúðum að því að lánakjörum svo óhagstætt og þeir hafa lýst í að þetta er margra ára framkvæmt að ástæðan fyrir að vera að byggja núna að eitthvað er að klárast er bara því þau eru bara í miður ferli og þau get ekki klárað það, svo þú segir kannski dæmi einhverju sem er að koma sér út úr því en það er allavega mjög fáir sem er að taka ákvörðun í dag að hefja framkvæmt. Ragnar, þetta er flókin spurning. Er hægt að skrifa undir án þess að það sé bara ljóst að það verði stór átak í húsnæðismálum? Já, við í sjálfu sér gera þessa kjarasamninga í góðri trú, ekki kannski bara í góðri trú. Akkur ætti maður að gera kjarasamningi í góðri trú þegar við ríkisstjórn sem hefur eiginlega ekki staðið við nokkuð skapaða hlut sem að það hefur skuldbundið sér til þess að gera. Ef við tökum bara þá stöðu sem að verkalýðshreyfingin er sett í kringum kjarasamningana síðustu. Það er búið að spenna stýrivexti upp í 9,25% og keyra lánakjör upp í þetta húsnæðislánakjör og yfir 11% sem er algjörlega galið og svo framvegis. Í 4% verðbólgu ef maður sleppir húsnæðisliðnum, þannig að þetta eru raunvextir upp á eitthvað, þetta er svo stjartfræðilegt. Já, nákvæmlega og svona bara ekki samanburður hafi staða með það sem að við erum allavega við þau lönd sem að við eigum og erum að bera okkur saman við. Þannig að við gerum þessa samninga, þetta eru hálfgerðir nauðasamningar sem að við erum að fara út í til þess að reyna að sporna við því sem að er að raungerast núna, þar að segja að fólk muni ekki kikna undan því fjárhagslega álagi sem að þessi hávaxtastefna hefur og treysta á það að stjórnvöld fari raunverulegar aðgerðir til að stemma stigum við verðbólguna. Það sem að við höfum verið að gera auðvitað, þú veist, við erum með Bjarg og við erum með Blæ, þessi húsnæðisfélög. Við höfum boðið fram lausnir til þess að byggja ekki bara hagkvæmar íbúðir heldur á hvaða landi og hvað svo uppbygging fer fram, boðist til að finna leiðir til þess að fjármagna innviði, vegagerð og annað. Það er bara og virðist ekki vera pólitísku vilji eða kannski hreinlega slagkraftur til þess að fylgja eftir áætlunum og yfirlýsingum. Ef við tökum bara sem dæmi svona bráðaaðgerðirnar. Hér eru 1000 íbúðir sem eru leigðar af lögaðilum til ferðamanna. Lögaðilar sem eru að kaupa upp mest af húsnæði sem að fellur til að kemur inn á markað. Og sprengjum verðið. Verktakarnir í sjálfu sér, þeir náttúrulega með mjög háan fjármagnskostnað út af mjög háa vaxtastigi en þeir náttúrulega stýra þá leið framboði inn á markað sem að ríkir á gríðarlegu skortur. Ef þeir vilja býða þetta að vexti lækki og þá munir þeir bara fá meira í sinn snúð og það er íbúð sem er að koma á markaðin eru ekki og henta ekki því sem verið að kalla eftir. Þannig að ef við tökum bara til dæmis bara Barcelona, það var verið að setja þar reglur varðandi leigu á íbúðarhúsnæði til ferðamanna sem á að heyra sögunni til árið 2028 minnir mig. Það er ekkert slíkt plan í gangi. Það verðist ekki vera nokkra einustu hömlur og eitt eða neitt. Þannig að ríkisstjórnin hefur bara tekið þessu upplýstu ákvörðun að láta markaðinn alfarið ráða ferðinni.
bæði við breytingar á húsnæðislögum og sömuleiðis líka að ekki verði settar neinar hömlur á til dæmis útleigu til ferðamanna. Þannig að það margt að gera og margt sem við höfum lagt til, en því miður að þá endum við þá í þessari stöðu að verðbólgan sem hefur verið auðvitað gríðarlega há hérna á Íslandi, það sem að húsnæðisverðið eða húsnæðisliður vísitölunar hefur verið helmingur verðbólgunar sem að við höfum verið að eiga við bara síðustu 10 ár. Og sem að þá aftur þetta kemur inn á þetta að við erum að stórum hluta með heimatilbúin vanda og ábyrgðin liggur auðvitað mikil á sveitarfélögum og stjórnvöldum. Þetta leysanlegt en við komumst ekkert áfram með eitt eða neitt. Ég meina, við í Bjargi við erum búin að vera með þetta 200-300 íbúðir í byggingu á hverjum tíma. 200-300 íbúðir. Við erum búin að byggja rétt rúmlega 1000 íbúðir. Í dag held ég að séu 64 og biðlistin komin yfir 4000 eða 4000 kennitölur. Þetta bara vandinn. Síðan fáum við þessi ósköp yfir okkur hérna varandi Grindavík, það sem kemur inn bara eitthvað 900 íbúða eftirspurn á einu bretti. Alveg sama hvað við höfum verið að reyna að þrýsta á til þess að bæði minnka þessi þenslu áhrif á vísitöluna og verðbólguna út á húsnæðismarkaðnum, að á okkur hefur bara ekki verið hlustað. Síðan þegar kemur auðvitað kjarasamningum og þá öllu fögru lofað og þá á að gera hitt og þá að gera þetta. En síðan auðvitað bara ekkert gert og við stóðum bara með þennan valkost að fara í verkföll eða reyna. Við megum ekki fara í verkföll, þau eru með samninga. Ekki núna, ég segið þegar við fórum í að gera kjarasamninga, að skrifa undir samninga þar sem við erum yfirlega svona Seðlabankinn einhvern veginn búin að setja þessa gríðarlegu hávaxta svipu á almenningi í landinu og valkostinni voru ekki margir og voru alls ekki góðir og eins og ég sagði áðan, við vorum svona tilneytt til þess að fara þessa leið og því miður ekki margar útgönguleiðir og samningarnir sem slíkir eru bara þess eðlis að forsenduákvæðin eru mjög veik. Þannig að til að breyta að þá þarf einhvern veginn að fá fólkið í landinu til þess að rísa upp og þrýsta á þessar nauðsynlegu breytingar sem við erum að kalla eftir og það þá fyrst og fremst aðgerir gagnvart verðbólgunni sem að snúa ekki að því að láta fólkið okkar borga fyrir það heldur einhverja aðra sem eru aflögufærir og hafa efni á því og fara í raunverulegt átak í húsnæðisuppbyggingu. Í Bjargi fáum við nóg af fjármagni, við fáum bara ekki byggingarhæfa lóðir til þess að byggja. Þar Hvernig gengur reksturinn á þessu sem þó komið í gang? Hann gengur mjög vel. Félagið bara gríðarlega sterkt og hefur verið að styrkjast ár frá ári. Og þetta vel ekkert flókið sko. Þetta gert eiginlega í flestu löndum í kringum okkur. Við höfum ekki þurft að hækka leigu þó að vextir hafa hækkað og leigufélagin þurfa þess ekki mörg hver af því þau eru fjármögnuð þannig að þau ekki fæstira með mikið að skuldum með breytilegum vöxtum en út af skelfilegri stöðu að þá náðu að þrýsta þessu upp úr öllu valdi og fólk sem í sambandi við okkur og að reyna að koma sér einhvers staðar í öruggt skjól stendur auðvitað frammi fyrir því að og þetta náttúrulega félagslega er þetta óboðleg staða að vera kannski með börn á grunnskólaaldri að fara í 3. eða 4. hverfið eða jafnvel sveitafélagið til þess að komast einhvers staðar í skjól. Og síðan skjólið ekkert vegna þess að marggefin loforð okkar að styrkja stöðu leigjenda hafa bara ekki orðið að veruleika og við sjáum félagi eins og Alma núna á 5. lýsaði yfir að langtíma samningar heyri sögunni til og nú verður það bara 13 mánuðir. 13 mánuðir, þetta húsnæðisöryggi sem í boði. En það var samt bara 5 ár sko. Já, þeir fundu þetta leiðir til þess að hækka leiguverð en við vöruðum við þessu að það þyrfti að ganga lengra vegna þess að þegar kemur að markanum og markaðslögmálinu og þá bara eru í þessu tilfelli stór fjölskylda sem að svíst einskist til þess að græða á fólki í neyð og það þess vegna sem við þurfum löggjafan, það þess vegna sem við þurfum
stuðning stjórnvalda til þess að koma böndum yfir þetta. Og þið þurfum að fá almenning til þess að mæta á Austurvöll á þriðjudaginn næsta klukkan 16 og það er BSRB, ASI, þar sem að þú ert varaforseti og kennarasambandið sem að boða fólk. Já, en við erum auðvitað bara, það eru allir þó þessi ekki félagar innan þessara heildarsamtaka. Hvetja allan almenning til þess að mæta. Sjálfsögðu, þetta næri auðvitað, sko vandi nær til allra hópa og alla aldurshópa og þannig að við þurfum bara fólk í lið með okkur til þess að við náum eyrum stjórnvalda og það er það sem að sko kannski mætingin snýst að á okkur sé hlustað og þessi krafa okkar sé tekin alvarlega. Við sjáum það líka alveg á sögun að samstæðan skilar árangri. Og þið hafið afl til þess að kynna og kröfur mótmælana og auglýst upp. Þannig að við sjáumst bara á Austurvelli. Verður þetta sendt út? Það er svo sem ekki verið ræknið sérstaklega en það er kannski ágætis hugmynd. Já, en Ragnarsson, ég þakka ykkur mikið vel fyrir komuna en við bræðum sitjum hér eftir. Við sitjum eftir. Komum eftir augnablik. Já, herðu, þá erum við fengum hingað áðan Forkólf og verkefnishreyfingunni sem hafa boðað til mótmæla á Austurvelli klukkan 16 á þriðjudaginn en þá verður þingsett fyrir daginn. Hvernig líst þér á þetta? Já, bara vel og hefst þingfundur aftur sagðan ekki klukkan 16. Já, þá kemur Sigurður Ingi í pontu og kynnir fjárlögin. Við reiknum með því, við reiknum með að Helga Vala sem var síðastliðinn sunnundag hafi ekki rétt fyrir sér að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hafni fjárlaga frumvarpi Sigurðar Inga og sprengi þar með. En þingmenn úr Sjálfstæðisflokki? Svona einn og einn? Nei, nógu margir skildist mér til að það ekki, til að hann verið reikin heim. Nei, mér er sem verið að halda því fram að þingflokkurinn myndi bara ekki hleypa fjárlónum í gegn. En þetta er farið út úr ríkisstjórn. Þannig að það verður kannski ólíklegt annað en að það fari. Já, er ekki, má ég segja það, að ríkisstjórnin sé svona lifandi dauð? Jú, en það er ekki þar með sagt að hún fari frá, Nei. Það er að vera lifandi dauður að þú heldur áfram að gegna störfum en það er all líf úr þér. Já. Og það er sína nú lítil bardamerki þetta þeir voru frí allt sumar eða ekki? Það er svona spáð að þegar það er mótmælið þá alltaf kíkja á veðrið. Það er spáð svona norðanátt 6 stiga hiti svona í eftirmiddaginn. Og sól. Já, þannig að þetta er gott að vera úti. Ef maður er sæmilega klæddur.
maður sæmilega klæddur, taka með sér vellinga. Já, svo eru skjól fyrir norðanáttinni á Austurvelli. Já, taka með sér vellinga og kannski húi. Þetta það er bara að koma vetur, nú þetta bara komið trefla veður. Já, fyrir að koma. Já, hann er veturinn að koma. En hvernig, við erum búin að ræða margt í þessum þætti. Og enn það besta sjálfstæðisflokkurinn sem er svona senu þjófur. Já, meina... Þeir eru að gera mikið úr sem vanda það. Nei, þetta er svona höfuðflokkur. Já, hann er bara í svo miklum vanda og... Já, en þetta er svo flokkur sem hefur haft þeir langmest áhrif á samfélagið frá því að hann stofnaður. Það hefur verið talað við þetta borð allt þetta ár hrun VG og áhrif brotthvarfs Katrínar á VG, þannig að við talað alveg gríðarlega mikið VG. Sjálfstæðisflokkurinn í þessari eftir könnunina á Marskinu, þá er bara sjálfstæðisflokkurinn eiginlega fréttin. Hún er bara fréttin, sko. Hann er fréttefnið, já. Svo náttúrulega Samfylkingin bara passa sig á því að við hefðum kannski átt að tala hana, því við vorum með Guðmund Andra við hefðum kannski átt að tala meira Samfylkinguna. Mér finnst komin svona ákveðin svona veikleikamerki í það að henni takist að svona sigla þessu svona inn. Hún er bara biðstofinni, Samfylkingin. Það er ekki eins og hann að reyna þessu skóna. Ragnheiður Ríkharðsdóttir benti á það að svona að Kristrún kæmi svona upp með það að svara bara ekkert fyrir Samfylkinguna, það verður bara komið ný Samfylking. Tala bara fyrir sig en svo er eitthvað sem að Samfylkingin hefði gert áður. Nú erum við til dæmis í svona ef þú ert að skoða línuriti yfir þá sem að eiga erfiðleikum en á endum saman, þá erum við að fara inn að nálgast það sem að var bara á eftirhrunsárunum og þá brást Samfylkingin mörgum, held ég. Ég held að margir upplifu það að hún hefði bara svikið almenning, staðið með fjármálakerfinu og leyft að gerast að eitthvað á annað 1000 íbúðir voru teknar af fólki og mikið af þeim fjölskyldum eru bara enn í fátækt, því að það kom líka fram á þann að þetta hefur svo alvarlegar afleiðingar að þegar að fólk missi svona, að því að svo samtryggingin og velferðarkerfi okkar er svo veikt að ef að fjölskylda svona missi fótanna þá bæði er bara tekin af þeim eigninnar í kvelli af því eitthvað getur greitt af því eins og var gert eftir hrun. Bara bankarnir og svo einhverju braskarar bara gáttu grætt á þessu og þess svona það var ekki þjóðhagslega hagkvæmt að vera að taka allar þessar íbúðir af fólki bara þvert á móti. Og róti sem fylgir viðkomandi fjölskyldum bara þvert á móti. Það var algjört skaðræði þessar ákvarðanir sem voru teknað þá. Og nú erum við að koma kannski inn í svipaðan tíma því að maður finnur það alveg og samtölu við fólk að svona erfiðleikandi við að ná endum saman og þetta vakst á okkur og þetta fer upp eftir öllum launastíðanum núna. Maður heyrir fólk kvarta sem að svona því finnst ekki að það eigi að vera kvarta yfir bara fjárhagslegum áhyggjum af því að það bara við bæði hjónin í góðu vinnum og þú kannast þetta en það bara maður heyrir kvartanir þar og þá er kannski eðlilegt að sé farið að horfa á það hvernig flokkarnir hafi brugðist við svipari aðstöðu og kannski á bara að spyrja Kristrúnu hvort hún styðji aðgerðir hvað heitir þetta vörn heimilanna, hvað heitir þetta í tíð Jóhannu Skjaldborgin. Já, Skjaldborgin. Já, sem að varð mjög fljótlega að svona skammarirði eða svona hæðnis eins og norræna velferðarstjórnin var líka það var ég veit ekki kannski. Jú, það var alveg ótrúlega vondur hlutur sem gerðist í og eftir hrunið og eins og þú segir að margt fólk sem er ekki búið að finna sér skjól ennþá. Og það eru sviptingar í pólitíkinni. Ég veit ekki, þú talaði við Þorgerði Katrínu í vikunni. Mér finnst svona eins og að nú sé Viðreisn með betra sóknarfæri en hún hefur verið áður. Eftir því sem efnahagserfiðleikarnir harðna og ég talaði ekki út af verðbólgu og vaxtakjörum að þá opnast fleiri eyru fyrir hugmyndinu að taka upp evru sem að Viðreisn er eiginlega eini flokkurinn sem er með á stefnuskráninu núna eftir að Kristrún kaus að mata þannig pólitískt að það væri ekki klókt. Fór með það bara niður í geymslu. Þannig að ég geti trúa því að það kemur ljós bara á næstu vikum. Þú veist að kannski hafi það ekki verið snjöll ákvörðun og þá veitum við líka að inni í Samfylkingunni er hellinga af Evrópusinum sem voru ekki sammála þessari breytingu.
Meinar þeir á reynu þá færi þessi bara yfir til Viðreisnar? Nei, verið með svona óróa inn í Samfylkingunni að svona þetta svona óskoraða umboð sem að Kristrún hefur haft vegna þess að hún skilar bara fylgi að þá þegja allir sko, það eru bara þakkláttir allir eru með, þú veist allir sem eru með þingmann í maganum eru voða styrtir en svo þegar þetta fer að minnka og ef Viðreisn er að auka fylgi sitt að þá býst ég við að vegna þess að sko nýja samfylkingin sem er Kristrún og kannski Jóhann Páll þetta er ekki stór flokkur þetta er ekki mikil pólitísk reynsla eða eitthvað svoleiðis en mér finnst bara sem svona áhuga maður stjórnmálaskýringar myndi ég veðja á að svona ég myndi segja svona næstu 6-8 vikum að þá kæmi í ljós svona spenna þarna að Viðreisn hefði fengi eitthvað byr fyrir að krefjast bara upptök öfru og meðan að samfylkingi getur ekki svarað því að Kristrún er búin að taka þetta eða þá hún reynir að svara já við viljum það en ekki núna en ég meina fólkið er að fara bara með peningana sína í hjólburum í bankan. Þetta brennur upp, Já, við erum í þannig verðbólgu að fólk, í væmanlífveldinu þá er fólk að fara með hjólburur að kaupa brauð núna fyrir fólk með hjólburur að sko borga af láninu sína. Þú veist, verðbólga húsnæðiskostnaðar hjá fólki sem til dæmis er með breytilega vexti, hún er bara stjarnfræðilegt. Það er bara fólk sem lifir bara svipari stöðu og var kannski við Sigtúnshópurinn, eftirhruns hópurinn, verður þar sko. Þannig að þessi vetur verður alveg og verkalýðshreyfingin kom með skipulög mótmæli við þingsetningu. Þetta stefnir í ískaldan vetur. Já. Og Bjarni sem kom eitthvað fram og sagði að var að lesa að almenningur vildi gera eitthvað í hælisleitendamálum og að virkja meira. Ég held að það sé dæmi líka stjórnmálamann sem er að mislesa þetta sko. Þetta snýst efnaðasmál, stjúpid eins og ráðgjafi Clinton sagði. Það er svolítið. Og þannig verður næstu vikur og það eru gríðarlega átök bara lífskjör. Og þá við erum talað sko efnaðasmál, stundum við talað eins og það sé svona sérstakt markmið allra nánuðu verðbólgunni, eins og það sé svona hugmyndarlegt, það verður svona betra að, þú veist, það maður kannski ekki hafa rauðtjöld, þetta að skipta yfir í fjólublá, eitthvað svoleiðis en þetta er efnaðasmál þar sem þetta snýst það hvort að sko stór hluti launafólks og almennings eigi bara fyrir næstu mánaðamótum. Það eru bara alltaf fleiri dett inn í það. Og fyrstu mótmælin verða á þriðjudaginn, sko ekki á morgun heldur hinn. Það er hins vegar sko, þegar við vorum að nefna hvort almenningur hefði í sig svona viðspyrnu, því að Guðmundur Andri hafnaði því og ég er alltaf að andmælis og þetta, með því að benda á að íslenskur almenningur hefur hent frá svo fleiri ríkisstjórnum en nokkur almenningur í okkar heimsluta. Þá að því að vorum að tala það okkur ríkisstjórnir hefðu farið sko. Þú veist, það er hrunstjórnin náttúrulega, samfylkingar en síðan kemur sko Panamaskjölin og svo kemur uppreist æru að þá Sonja segi að það væri svona persónuleg mál, ekki kannski svona stefna og það er náttúrulega þannig að það er auðveldur að fylla Austurvöll ef að forsætisráðherra gerir sér fífli í Kastljósi kvöldið áður sko. Eins og var í Panamaskjölunum þar sem voru 26.000 manns á Austurvelli. Heldur en að safna fólki út af með kröfum stefnubreytingu stjórnvalda í húsnæðismálum og vaxtamálum. Það sést líka sko á þriðjudaginn sko. Þeir sem eru í vestri stöðinni þeir hljóta mæta svona fund, þeir hljóta að gera allt sem þau geta til að hafa áhrif á stöðuna. Við erum með kannanir sem að sýna það að fólk verður enga trú á þessa ríkisstjórn og það eru bara einhverju 27% held ég sem að treysta ríkisstjórninni, allir hérna ekki. Það verður engi trú á þessu forsætisráðherra, ég ætla að segja bara 90% sem að vilja hann ekki. Það verður engin trú að því að þessi ríkisstjórn leysi neinn mál svona, en þá er þetta komið það, þannig er ástandi í samfélaginu. En þá það sem að vanta til þess að gera mótmæli er það að fólk upplifi það að með því að mæta á Austurvöll þá geti breytt þessu. Og þá segir fólk já, ef við sýnum samtakamáttinu þá höfum við náttúrulega völdin í lýðræðislegu samfélagi.
Og það verður að gerast. Já, það svona hugmyndalegt og svo fólk getur jáfnvel sagt, auðvitað það þannig, en það samt ekki til í að koma akkurat núna á þessu augnabliki. Þannig að ég held að verði svolítið kunst hjá heildarsamtökunum, ASÍ, BSRB og Kennarasambandinu, að ná að byggja upp einhverju svona alvöru stemmingu fyrir þessu. Að mæta. Já, ég veit ekki. Ég aðeins bjarsinn en þú. Já, nei, ég er alls ekki svarsinn. Ég er bara reyna að segja sem svo að ég myndi ekki gera ráð fyrir þetta að gerast að sjálfnarsins. Það töluvert mál að efna því svona mótmála. Já. Fá fólk til þess að... Þau hafa náttúrulega mikið styrk. Ja, þau hafa aldrei haldið neinn mótmáli eins og kom fram hérna nema 1. maí, það var bara ganga niður og það svona, ég veit ekki hvort þú ferði í svona göngur en það voru þetta bara fjölskyldur sem hafa haft þetta sem sið alla sín ævi að vera þarna sem kannski svona 40% af hópnum. Svo þetta fólk sem að starfa í verkefnishreyfingunni sem kannski 20% viðbót, þannig að það hefur svo langa sögulega hefð En þessi félög munu ekki láta baukinn ganga til að láta fólk... Það búið að borga fyrir það. Það búið að borga fyrir það. Og þau fá náttúrulega 0,7% af launum alls almennings. Já, ég er að segja það. Hitt voru að borga... Þetta ekki þessi samtök heldur félögin sem undir þeim. Já. En það, sem sagt, við vorum að borga í baukinn alltaf, En núna geta allir komið það er ekkert... Það búið að borga, Það tekið 0,7% af launum í félagsgjöld. Það verður engin baukur gangandi. Og þessi félagsgjöld hafa alltaf verið hugsuð til þess að reka hagsmunabaráttu launafólks. Þannig ef það er eitthvað verkalýsfélag sem gerir voða lítið en á rosalega mikið að sjóðum, bara 2 milljarða í einhverju bankareikning, þá er það vanemd stéttabarátta sem að félagarnir hafa greitt fyrir en ekki var háð. Og það ef þú skoðar reikninga verkefnisfélaga, þá sérðu alveg af hverju almenningur hefur mist frá sér völdin. Af því að baráttan hefur bara ekkert verið háð. Þú veist. Þetta fyrstu svona mótmælin sem að þau myndu eftir. Verkefnisfélagin var ekki þátttakandi í búsaldabyltingunni. Gylfi var púað niður þegar hann hélt ræðu á 1. maí vorið. Þannig að það er þannig að því leyti er þetta náttúrulega frábærlega jákvætt að verkefnishreyfingin sé ætla líka taka þátt í svona eins og við vísuðum í eins og við gert í öðrum löndum, þetta er gert út allt. Nú er öldin önnur við mætum á þriðjudaginn. Já. Segja þetta gott? Já, segjum þetta gott í bili. Ég ætla að verða aftur annað kvöld klukkan 8, þá verður rauðaborðið. En ég þakka gestunum sem að hinga komu og Sigurjóni fyrir að taka þátt í þessu með mér og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En fyrst og fremst vil ég þakka ykkur sem að hafi hlustað. Við erum í einhverjum vandræðum á Facebook. Vanalega dreifum við svo síðu sem heitir Samstöðun á Facebook en hún bara virkar ekki núna. Það er eins og oft eitthvað vesinn alltaf á Facebook. En við gátum sendt út á annari síðu sem heitir Samstöðun fréttir en þetta fór út á YouTube og þetta fór út í útvarpi og þetta fór út í sjónvarpi. Ég hvet ykkur sem að eru að horfa að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar. Ég er ekki að biðja ykkur að benda á eitthvað efni sem ykkur líkar ekki, heldur segja bara frá ykkur sem að ykkur finnst skemmtilegt efni sem hefur verið, ykkur viðtöl. Þetta er bara svipað að segja fólki frá ykkurum góðum veitingastað sem við fórum á eða góðum rétti. Þið bara hjálpi fólki við að auka líf þeirra og fólk sér bara til hvort það vilja horfa á okkur eða ekki. Ég er að segja þetta vegna þess að svona hefur samstöðin byggst upp á góðu umtali að þetta er borið frá manni til manns og þannig hefur dreifikerfið okkar stakkað. Við erum á Facebook að einhver leyti og við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfðborgarsvæðinu, það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilarann, spilarin.is á netinu og svo er spilarin líka app sem má hlaða niður og hlusta á útvarpsendingar hvert sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman og fá sjónvarpið sitt þaðan. Við erum með 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar. Allan ársins samfélagsumræða í þessu þætti, í rauðaborðinu og öðrum þáttum samstöðurinnar. Það er eiginlega ekki hægt, er mér sagt, að taka þátt í þessu samfélagans að fylgjast með því sem er að gerast á samstöðunni. Þú bara missir af því sem er markverðast. En samstöðun hefur náttúrulega fyrst og fremst verið byggð upp af þeim ykkar sem hafa gerst áskrifundur. Það eru áhorfendur og áheyrendur sem hafa
lagt samstöðinni lið með því að fara inn á samstöðin.is, það hnappur sem ástendur áskrift, það skrá sig fyrir 2.500 krónum sem að mér að þetta sé hlægilegt verð, það kostar vist 10 skall að vera áskrift á mókanum. Og þeir sem að kjósið geti skráð ykkur þar, þeir geti borgað meirið við viljið, en þeir sem að kjósið geti líka látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta fjölmiðl, vaxandi fjölmiðl og umræðuvettvangur í eigu áhorfenda og áheyrenda. En þetta búið í bili, við sjáumst hérna aftur annað kvöld klukkan 8 en njótið þess sem eftir er að helginni. Takk fyrir mig.